kvöld, það er Rauðaborðið sem tekur hér við af fréttum þriðjudaginn 18. nóvember. Það er ýmislegt að vera hér við borðið í kvöld en hér loka þætti kvöldsins Björn Þorláksson og Valdimar Gunnarsson íslensku fræðingur sem ræðir lífslaup og skoðanir brottflutts Norðurlendings og mótlætið sem að honum mætti þegar hann kom aftur heim en Valdimar hefur skrifað bók þennan utanveltum mann. Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur og Þorvaldur Ingi Jónsson, stjórnsýslufræðingur, ræða embættismannaskýrsluna svokölluðu og hvort að eigi að auka völd embættismanna eða pólitíkusa. Og það er Björn Þorláks sem að ræðir við þá. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, ræðir stjórnartíð Kristrúnar Frostadóttur, forsætisráðherra og ríkisstjórnar hennar við Björn Þorláksson. Þeir spá í hvernig kjörtímabilið mun þróast með tilliti til Evrópusambandsviðræðna og alþjóðamála. En við byrjum þáttinn hér á viðtali við Arndísi Önnu Kristínudóttur Gunnarsdóttur, lögmann, sem að ræðir ný frumvörp til útlendingamála og setur svona hina meintu óreiðu málaflokksins í samhengi. Þannig að hér eftir stuttar auglýsingar svo tók ég við. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Og svo fór ég daginn upp að garði með smávegis og hafði með mér fiðlu mína. Skaut 2 rjúpur á leiðinni og var í garði nóttina og sló fiðlu kvöldið. Presturinn spilaði fyrir mig á flautu. Frá ómi til hljóms, ný heimildamynd eftir Ásdísi Thoroddsen, sýndi Bíó Paradís. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Jæja krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað er komin til að ræða frumvörp til útlendingalaga. Arndís Anna Kristínudóttir Gunnarsdóttir, lögmaður, vertu velkomin. Takk fyrir. Ég hef gert tilraunir til þess að fá þingmenn eða bara, þessist meiri hlutans til þess að koma hingað að Rauðaborðinu núna í 2 vikur að ræða téð frumvörp. Þetta eru stórar og miklar ákvarðanir frelsissviptingu á saklausu fólki og það eru tilfærslur í vísa eða dvalarleyfiskerfinu fyrir háskólanema og svo er eitt í viðbót. Það er afturköllun alþjóðlegrar verndar. Akkurat. Og þú ert gagnrýnisrödd sem hefur sannarlega vita á því sem þú ert að tala um. Þetta er svolítið þinn málflokkur og þegar þú varst á þingi þá stóðstu
mjög fast gegn breytingu sem gerður voru hérna fyrir 2 ára síðan. En ástæðan fyrir því að þingmennir ég vildi ekki koma og ræða þetta frumvarp. Ég veit svo sem ekki hverjar þær eru en mig grunar og svona farið að gruna að þetta sé reyðlega vegna þess að þau séu bara ekki alveg nógu vel inn í málinu eða vegna þess að þau kannski ekki alveg 100% sannfærð sjálf. Og það hefur svona verið þingagagnrýni, ég skrifaði grein í gær og nú ætla þú að leiða okkur í allan sannleikann þetta. Já, mig grunar að það sé í rauninni annað þessu tvennu, ef ekki bæði. Ég held að mér finnst mjög miður, ég vil taka fram. Mér finnst mjög leiðilegt að það hafi ekki fengist þess að koma til að ræða þetta vegna þess að nú ég kannski svolítið með hattinn sem var að formaður félags talsmanna umsækjenda um alþjóðlega vernd. Við erum nokkru lögmenn. Það eru mörg félagsamtök sem að kannski eiga það sameiginlegt að gæta mannréttindum ákveðna hópa sem að hafa verið að leita svara við tilteknum spurningum. Það kemur mjög á óvart hversu lítið hlustað á þessi samtök, virt samtök. Við erum að tala um UNICEF, við erum að tala um UNIFEM, við erum að tala um UN Women og við erum að tala um Barnaheill, Rauða krossin og fleiri félög. Það lítið hlustað, Flóttamannastofnunina líka, þó hún sé svo sem ekki inn í þessum hópi því að hún okkar málsvari þar er á Norðurlöndunum. Þannig að það svona, okkur vantar einhvern vettvang til þess að fá svör við þessum spurningum. Það svo margt sem er skrítið sem verið að gera þarna. Ég hef áhyggjur af því sem oftar í þessum málaflokki að þau sem taka ákvörðunirnar séu ekki meðvituð hvað í þeim felst. Við höfum séð ítrekku dæmi þess á undanförnum árum þar sem að við höfum varað og þegar ég segi við, þá í rauninni meina ég kannski bara alla sem standi í þeim sporum að vera að vara við afleiðingum þessara breytinga. Það ekki hlustað á það, svo þegar að varnaðarorðin verða raunveruleika, þá allir búið að hissa. Og dæmunum þetta fjölgar. Og kannski eitt skýrasta dæmið, eða allavega skýrt dæmi sem kom fram í grein sem ég skrifaði í gær. Sem að svona kannski samt lítur aðeins að praktikinni og ekki þessum 3 lagabálkum sem við erum að tala um heldur lögunum sem voru samþykkt 2023. Eitthvað hvort þú vilt fara Jú, bara út í það? Endilega. En sem sagt, það sem ég var að gagnrýna í grein minni í gær, eða gagnrýna, benda á, er að afleiðingar breytinga sem gerðar voru 2023 eru að hafa ósvalega slæm áhrif á skilvirkni í málaflokknum, eru að skapa rosalega mikla flækju og lagalega óvissu og ofboðslega vonda nauðung í kerfinu. Þar ég að ávarpa sérstaklega mál sem eru nýja á nálinni. Það var bætt við heimild í lögin árið 2023 fyrir Útlendingastofnun að vísa umsóknum frá, ekki taka til afgreiðslu, umsóknum alþjóðlega vernd, vísa þeim frá á þeim forsendum að umsækjandi geti farið eitthvert annað og sótt þar. Þetta ekki fólk sem búið að komast að niðurstöðum að sé ekki flóttamenn, þetta eru jafnvel flóttamenn, en umsóknin ekki opnuð, heldur þeim gert að fara eitthvert, gjarnan til lands þar sem að þau hafa einhvern tíman haft dvalarleyfi, hafa gefið upp að þau þekki einhvern eða einhver ættingi að hafa einhvers konar tengslu landið. En það sem við bendum á, af því að nú voru þessi lög varin með því að þetta snúrstu skilvirkni, sparnað og allt það, að þetta sko alls ekki, það engin skilvirkni í þessu vegna þess að þegar einstaklingi vísað til lands þar sem hann hefur ekki heimild til komu og dvalar og það einmitt, í þessu lagaákvæði það ekkert skilyrði að umsækjandinn hafi heimild til þess að fara til þessa lands. Algeng dæmi eru flóttafólk frá Venezuela. Nú bæði verið að synja þeim umsóknum, þá sjaldan að þær fá að fara í efnismeðferð, en það líka bara verið að vísa þessu fólki eitthvert annað. Farðu til Chile, sagt þar, þú átt frængu þar. En viðkomandi hefur enga heimild kannski til komu og dvalar. Og nú ég bara að nefna dæmi út í loftið. Það sem gerist þá að fólk festist. Lögreglan getur ekki flutt fólk þangað sem henni dettur í hug. Til þess að varpa ljós á hversu augljóst það nefni ég dæmir, hvað þætti íslensku stjórnvöldum ef önnur ríki myndu bara senda alla umsækjendur alþjóðlega vernd sem leita til þeirra, myndu bara senda þau til Íslands? Nei, sagtu bara á Íslandi.
Það er augljóst þegar maður hugsa það þannig að það er ekki hægt. Ríki get ekki bara sendi eitthvað nema þú hafir heimild til þess að koma þangað. Þannig að það er verið að vísa fólki til landa þar sem það hefur ekki heimild til koma út dvalar. Það gerir það verkum að lögreglan getur ekki flutt fólkið. Mögulega getur fólki fengið dvalarleyfi að nýju í þessum ríkjum en ekki sem flóttamenn. Það getur ekki sótt um vernd. Þú getur ekki sótt um vernd í landi fyrir þú ert komin þangað. Það er, held ég, sko, bara sama reglan sem gildir alls staðar. Þannig að þú í rauninni mátt ekki fara þangað. Það sem að stjórnvöld gera til þess að bregðast til þessu er að pína fólk. Ég ætla bara að orða það þannig. Til þess að reyna að fá það, til þess að fara eitthvað annað, það sem við köllum sjálfviljug. En þau eru auðvitað ekki sjálfviljug vegna þess að þau eru í sjálfheldu. Segjum að viðkomandi myndi sækjum dvalarleyfi eða ferðamanna áritun til viðkomandi lands, þá samt verið að ljúga þeim stjórnvöldum. Vegna þess að viðkomandi er ekki að fara sem ferðamaður. Hann ætlar að fara og sækjum alþjóðlega vernd. Og það er ekki boði. Þannig að það er búið að búa til ákvæði þarna í íslensku lögum sem er ekki hægt að framfylgja. Og í rauninni eru brot á þjóðarétti. Skilvirknin í þessu er augljóslega ekki fyrir hendi vegna þess að fyrir vikið, eins og var við, erum við komið með mjög stóran hóp fólks sem að getur hvorki verið. Fólk getur ekki fengið að vera, fær ekki að vera, getur ekki sótt um annars konar dvalarleyfi, getur ekki fengið umsóknina sína opnaða hérna og það getur ekki farið vegna þess að það hefur í rauninni ekki heimild til koma dvalar. Einhver hafa fengið málin endurskoðuð á endanum eftir sko margra mánaða bara vesen. Já, þetta tekur langan tíma. Allan tíman, meir og minna á framfæri íslenska ríkisins í stað þess að vera bara með dvalarleyfi og geta farið að vinna. Og kannski fá það endur opnað málið sko eftir mjög sko í rauninu hvað að segja kaotískum málsmeðferðum vegna þess að það er rauninni búið að loka öllum leiðum til þess að fá mál endurskoðað og á meðan býður fólk hérna heimildirnar sem að er verið að auka núna síðan eru þvingunarheimildir til þess að refsa fólki fyrir að fara ekki sjálft en fara ekki sjálft hvert og ákveða forsendum. Það er verið að búa til kerfi sem er ekkit í samræmi við þjóðarétt, bara ekkit í samræmi við neitt rökrétt. Og svo er þetta þessi sífellda ránkværsla að við séum að laga kerfið okkar af því sem gengur og gerist í öðrum ríkjum. Það bara er ekki rétt. Það er einhver hugmynd sem er í samræmi við það sem gengur og gerist annars staðar, sums staðar, en útfærslan er bara eitthvað vitleysa í rauninni. Og það er, fyrir þetta sko löggjöf og framkvæmd í þessum málaflokkum er ekki samræmd á milli ríkja, ekki einu svona milli Norðurlandara. Þannig að það er kannski verið að svona tína til eitthvað slæmt hér og þar, en heildarmyndin verður bara eitthvað sem er óframkvæmanlegt, dýrt, engin skilvirkni og fer allt í ykkur og svona skrúi. Og þá kannski komum við að þessum frumvörpum sem núna liggja fyrir Alþingi. Eitt af þeim er þetta frumvörpum brottvísunar búðir, eins og það er kallað, brottfararstöð. Brottfararstöð er mitt. Og sko rökin fyrir þessu hafa verið þau að okkur beri skylda til þess að hafa brottfararstöð samkvæmt Schengen-samstarfinu og að svona brottfararstöð myndi fela í sér vægari úrræði heldur en eru í dag með því að loka fólk inn á Hólmsheiði. Þetta er rétt og rangt. Það sem er rétt er að við megum ekki fangelsa fólk í aðdraganda flutnings. Það er það sem hefur verið gagnrýnt. En við höfum heimildir í lögum, gildandi lögum eru heimildir til þess að úrskurða fólk í varðhald í aðdraganda flutnings þegar öll önnur úrræði eru reynd og ef að það er talið að fólk muni reyna að koma sér undan flutningi. Þær eru í lögum nú þegar og þær eru notaðar. Ef að við ætlum bara að bregðast við athugasemdum Schengen-eftirlitsnefndarinnar sem að við vitum ekki betur en að séu bara þessar, vegna þess að við hefum ekki fengið þessi gögn, miðað við þær reglugerðir sem vísað í, þá er athugasemdin eingöngu þessi, það má ekki vista þau í fangelsi, þá vista þau annars staðar, í mannúðlegum aðstæðum, en það þarf engin ný lög, það þarf enga nýja löggjöf til þess að þetta megi verða. Það er nýtt öryggisfangelsi. Nei, bara alls ekki, eða sem sagt, jú, en ekki til þess að fangelsa breiðari hóp. Það sem er verið að gera með þessu frumvarpi er alveg rosalegt.
sko þingmenn kannski, og ég hef heyrt þingmenn, ég hef reynda svona að hlera í umræðum og viðtölum þar sem að þau opna sig þetta, þá virðist þau vera að standa í þeirri trú að þetta sé nauðsynlegt og þetta sé einhvern veginn vægara heldur en er núna. Ég myndi spyrja þessa þingmenn, af hverju þarf nýja löggjöf? Heimildirnar eru til staðar, vandamálið er eingöngu staðsetningin. Þið þurfi bara að opna 5 herbergja úrræði á Keflavíkurflugvelli sem eru bara herbergi en ekki fangaklefar fyrir það fólk sem að núgildandi heimildir heimila ykkur á lokinni og þau eru það lokinni. Þarna er komið nýr lagabólkur, ný lög sem að stækka svakalega mikið þann hóp sem að heimilt er að fangelsa. Það er ekki vægara heldur en staðan er í dag. Það er ekki heimilt að setja börn í fangelsi í dag. Það væri heldur ekki heimilt að setja þau í þetta úrræði sem að væri hægt að setja fót. En þess þarf heldur ekkert. Það sem að er verið að gera þarna með þessum lagabálki er að það er verið að búa til heimildir til þess að fangelsa fólk fyrir að, eins og ráðherra orðar, að sýna ekki samstarfsvilja. Þá erum við ekki að tala um fólk sem hefur fengið synjun alþjóðlega vernd, heldur fólk sem að Útlendingastofnun finnst að ég að fara að sækja eitthvað stranastar, en það er engin heimild til þess að flytja það og það ætlar ekki að fara að ljúga þessu ríki og segist alltaf að koma í nám og fara síðan og sækja hæli. Er það ekki eitthvað sem við höfum gagnrýnt þegar það lítur að okkur? Og það sýnir ekki samstarfsvilja og sko þetta er auðvitað náttúrulega galin túlkun á hugtakinu samstarfsvilji. Samstarfsvilji, þetta er fólk sem er ekkit endilega að reyna að koma sér undan flutningi. Það bara er ekki hægt að flytja það. Og það fer ekki að sækja dvalarleyfi annars staðar á fölsku forsendum. Þá má fangelsa það, samkvæmt þessu frumvarpi. Það sem er verst við þetta frumvarp er að það eru tekin úr sambandi ákvæði sem að við höfum í okkar lögum. Við erum með löggjöf fullnustu refsinga sem að gilda fanga, gilda frelsissvipt fólk, þar sem eru rík úrræði til þess að leita réttar síns. Það eru miklir varnaglar á öllum þvingunarástafum og annað slíkt. Þarna eru þvingunarástafanir og þessar reglur gilda ekki. Það er verið að setja samskonar þvingunarástafanir og eru heimilar í málum fólk sem hefur brotið hegningalög en varnaglarnir eru færri. Þannig við erum að taka einn viðkvæmasta hópin í þessu samfélagi og við erum að segja já, nei, þessi réttindi þau gilda ekki þig. Fangar hafa þessi réttindi, glæpamenn hafa þessi réttindi, en þið hafið þau ekki, af því þið eigi bara að fara. Hvert eða hvernig, ekki það að reyndar stýra stjórnvöldi í hvert þú ferð, af því að þú getur ekki fengið vegabréfið þitt, fólk verður ekki vegabréfið sitt, þarna eru til dæmis heimildir til haldlagningar vegabréfs sem eru langt umfram það sem er í dag. Vegabréf eru haldlögð í dag, það eru mjög ríkar heimildir í lögum til að haldleggja vegabréf fólks í þessari stöðu, það eru notaðar en það er hægt að skjóta þið til úrskurða dómara. Ég fæ ekki síðan að það sé hægt þarna. Ég rak augun í það við skoðun á frumvarpinu og væri mjög til í, ég væri svo til í að geta átt þetta samtal við fólki sem ætlar að samþykkja þetta og fá svöruð því hvort þetta sé rétt skilið. Ég fæ ekki betur séð en að það sé þannig að stjórnsýslulög, sem sagt ákvæði stjórnsýslulaga kæru og andmælarétt, það gilda ekki ákvörðunina að vista þig í þessum búðum. Þú færð ekki að andmæla og þú færð ekki að kæra það. Þetta þýðir bara þá að lögreglan getur tekið ákvörðun að frelsissvipta þig og loka þig inni, þanga til eitthvað tíman, taka þér vegabréfið og þú mátt ekki og þú getur ekkert borðið hönd fyrir höfuðir með neinum hætti. Ef ætlunum væri svo að fólk hefði þessum úrræði og almenntir þegar það er frelsissvipt eða hlutir þess haldlaðir, þá þarf ekki nýja löggjöf. Við erum með löggjöf það. Það þarf ekki nýja löggjöf til þess að framfylgja ábendingum Schengen-eftirlitsnefndarinnar. Það þarf nýja löggjöf til þess að innleiða þetta skimunar dæmiðarna sem er flækt hann inn í, sem er reyndar gert með mjög óeðlegum og óskýrum hætti. En
það hefur ekkert með þetta að gera. Það hefur ekkert með þessa brottfarastuð að gera. Þannig að það þarf ekki nýja löggjöf. Það er það sem að ég myndi segja við þá þingmenn sem að telja sig vera að gera eitthvað óumflýjanlega nauðsyn. Það sem ég myndi líka, það sem ég myndi alltaf vilja segja er við fáum ekki sjá gögnin. Nú höfum við, félag talsmanna umsækjendum alþjóðlega vernd, við sendum beiðni dómsmálaráðuneytið fyrir 5 vikum síðan tiltekin gögn sem eru nefnd í frumvarpinu og það eru skýrslur starfshópa sem að hafa verið settir að fót, niðurstöður þeirra, úttekt Schengen eftirlitsnefndarinnar. Mér reyndar grunar að það séu ekki gögn sem hægt er að opinbera en hins vegar það er hægt að opinbera tillögurnar sem að stjórnvöld komast að niðurstöðum í kjölfarið og fleiri gögn og alþjóðlegu samanburður sem að kemur fram í greinargerðinni hafi verið útbúin. Hvers vegna getum við ekki fengið þetta afhent? Ekki orð. Við hefum ekki fengið svar, við fáum ekki staðfestingu á móttöku nema bara dómsmálaráðuneytið hefur móttöku erindið þitt. Barnaheill hafa óskað eftir sambærilegum gögnum fyrir í ágúst, óskuð eftir þessari alþjóðlegu úttekt. Ég hefði haldið að Barnaheill nýtu mikillar virðingar hjá stjórnvöldum og að þetta væri einfalt mál. Afhenda þessi gögn sem liggja fyrir, það er ekki verið að biðja að það sé eitthvað útbúið eða að fara einhver vinna í það. Það er verið að biðja að senda okkur þetta PDF-skjal sem er inn í möppu í tölvunniðinni. Þessi er ekki svarað. Þau hafa leitað til úrskurðarnefndar upplýsingamál vegna þess að þetta eru gögn sem eiga að vera opinber. Þannig að ég ætla að biðla til þingmanna varðandi til dæmis þessa úttekt Schengen eftirlitsnefndarinnar og bara gera það formlega hér með. Við borgararnir, við eigum ekki rétt á þessum gögnum. Þið eigið rétt á þessum gögnum. Þingmenn er rétt á þessum gögnum. Ég ætla að biðla til þingmanna að fá þessi gögn og kynna sér þau, kynna sér þessa úttekt áður en þau taka því sem gefnu að það sé rétt að þetta frumvarp sé eingöngu svar við því. Og ég bara biðla til fólks að fara að setja sig inn í þetta. Ég held að þeir þingmenn sem hafa verið beðnir að koma á ræðu þetta vilja ekki gera það. Ég held að sé annars vegar að því að þau treysta sér ekki til að verja þetta og hins vegar að þau bara veit ekki nóg mikið það, get ekki varið þetta vegna þess að þau þekki ekki nóg vel. Bið fólk að gera sér grein fyrir því að það sem við erum að samþykja þarna varðar grundvallar réttindi eins viðkvæmasta hóps í okkar samfélagi og í heiminum. Og sko þetta áhugaleysi, þetta skeytingarleysi gagnvart réttindum þessa hóps er gríðarlega mikið áhugjefni og það er fyrsta skrefið í beilinnis réttindasviptingu. Við erum að tala að það er verið að svipta fólk réttindi til þess að hafa réttindi og getum við allavega kynnt okkur máli áður við förum þangað. Þannig að það er mín bón til ráðherra. Nei, já, til ráðherra reynda líka. Já. Og til Freudiarslíf og til þingmanna. Ég myndi segja sama líka varandi þessar beiðnir okkar gögn. Af hverju segjum þetta sé bara ágjur okkar sé óþarfar. Þetta sé bara í áherðu, það bara þarf að gera þetta er vægara úrræði, þetta er bara sem Schengen gerir kröfum. Af hverju fáum við ekki að sjá gögnin? Hvers vegna getið þá ekki bara rétt okkur þetta? Við rennum í gegn að já, ok, þetta er bara allt í lagi, good to go. Mér grunar að það sé bara ekki tilfellið. Það er ekkert sem bendir til þess að það sé tilfellið. Þegar við skoðum bara Schengen-reglunar, það er engar Schengen-reglur sem gera kröfu þetta. Það eru svona brottfarastöðar í öllum ríkjum, meira og minna, svo ég viti til, ekki á Íslandi. En þá erum við að tala fyrir þann hóp sem nú þegar er settur í varðhald á grundvelli núgildandi laga. Þarf engin lög. Hafna þessu frumvarpi. Ef að það er það sem þið er að reyna að gera, þá þarf ekki þessu lög. Þá sleppum við þessu. Það sem að líka bendir til þess að fólk sé, hvað ég að segja, ekki alveg upplýst. Svona svolítið sofandi gagnvart þessu. Virðist vera því að það fer ekki mikil umræðu þetta inn á þinginu. Þetta vantar stjórnarandstöðuna. Hún bara fagnar þessu. Hún bara fagnar þessu og vill helst ganga lengra. Þetta hefur það sýnt sig. Þessi hugmyndarfræði bara hreinlega að takmarka réttindi flóttafólks, hún kemur algjörlega þaðan. Og þetta er líka mikið áhugjefni. Það er auðvitað mjög mikið áhugjefni og ofsalega vont að þeir þingmenn sem að kannski væru
líklegastir til þess að, hvað var að segja, láta sig varða réttaríkið og bara það að hér séu grundvallarréttindi sem gildum alla, það sé enginn sem standi utan kerfis, að þeir eru stjórnarþingmenn og þá hættu því að þeir þegi, þeir eru ósamála til þess að vera ekki að gagnrýna eigin ríkisstjórn og það vond stað til að vera í og ég ætla bara að segja það að ég öfunda þau ekkert en gerum okkur grein fyrir hagsmununum sem eru hérna í húfi og gerum okkur grein fyrir því að það skiptir líka máli það sem við segjum ekki og þó að þau séu ekki búin að koma hérna og taka afstöðu við rauðaborðið þá eru þau að fara að taka afstöðu í þingsal þegar þau greiða atkvæði með þessu máli ég gerir ráð fyrir því að þau gera það það líka algengt að þegar stjórnarþingmenn eru ósamála einhverju að þeir eru fjarverandi við atkvæðagreiðslur og mér langar bara að segja að það fríar engan ábyrgð þegar við erum að tala þessa hluti svo þróun sem við erum að horfa hérna hún snýst miklu meira heldur en bara það að það sé ekki verið að þjónusta hælisleitundur of mikið eða eitthvað við erum að taka fólk út fyrir sviga ákveðna hópa í tengslu við grundvallarréttindi sem að við teljum, held ég, flest að við eigum alla að njóta. En hvernig, sko, í svona alþjóðlegu samingi, hvernig eru þessar reglur, þessi nýju lög, sko, í samanburði? Er þetta eitthvað svona sem að bara, já, þykir eðlilegt eitthvað starf annars eða svona eins og þau reyna að halda fram, eða eru lög, ég meina, eru til lög eitthvað starf í Evrópu til dæmis sem að heimila það að hérna svipta fólk frelsi sínu og hérna hafna svona grundvallar réttindum þeirra til réttinda eins og þú segir? Ekki að mér vitandi og það eru þetta þannig að til dæmis eins og í Evrópureglum það miklu meiri fagmennska í útfærslu þeirra regluna auðvitað margt það sem að manni líkar ekkert en það eru ákveðna grundvallarreglur og reglurna fara í gegnum ákveði ferli áður en að þær eru samþykktar. Það eru varnaglar, það er ákveði réttar vernd og sko ég get ekki ímynda mér það. Nú fáum við ekki að sjá þessar úttektir. Við fáum ekki að sjá hennan samanburð. Af hverju fáum við ekki að sjá hann ef hann svona skýr? Mér grunnreyndar í mörgu tilfellum hafa hann ekkert farið fram. Heldur sé þetta bara svona cherrypicking eitthvað, já, heyrðu, þetta hljómar eins og sirka það sem verið að gera þarna en svo erum við að gera það bara einhvern veginn og það eru ekki nógu mikli varnaglar í okkar kerfi, lagasetningarkerfi þetta er við gagnrýnt áður og bent á það kemur eitthvað draft í frumvarpinu sem fer inn á Alþingi og starfsfólk Alþingi er náttúrulega ekkert að skipta sér að því sem pólitíkin ætlar að gera og hún bara gerir það sem hún ætlar að gera og Alþingi gerir það sem það vill það er ekkert eitthvað starfsfólk þar sem segir bara heyru stopp nú þetta stríðir gegn stjórnarskrá. Við erum ekki með neitt batteri sem að tryggja það að lög séu samræmi við stjórnarskrá þegar þau eru samþykkt frá Alþingi og það er nú eitt mitt uppáhaldsmál að reyna að koma einhverju slíku á sem er notabenni í öðrum ríkjum. Fyrst við ætlum að vera að samræma okkar kerfið að öðrum ríkjum. Ég ætla bara fullir að nei. Ég trúi því ekki. Ég veit ekki til þess að þetta sé með þessum hætti neinstaðar. Þetta er svolítið í ætt við það sem við höfum verið að sjá kannski frá Bandaríkjunum með einangrunarbúðunum sem eru svona landamæra lögregluverðir sem eru einhvern veginn komnir með gríðalegt vald og mega einmitt svipta fólk frelsi sínu og bara senda það eitthvert í eitthvað svona gúlag eins og ég hef kannski, ég láti að hafa eftir mér hérna þetta borðaður og ég veit mikið fögnuð já, við mikið fögnuð en þetta svona, þú veist og nú þekki ég ekki hvort að það hafi verið búin til sérstök lög í kringu það eða hvernig það virkaði eða hvort að það sé bara einfallega vegna þess að forsetinn ræður og ákveður svona hluti en mér finnst þetta svolítið svipað það er þetta margt sem að er óhugnarlega svipað. Ég til dæmis, og ég vil nú taka það fram, nú er ég búin að vera í þessum málaflokki í tæp 20 ár, bregður alltaf þegar ég byrja að telja og ég hef aldrei heyrt það. Ég hef aldrei vitað til þess að það sé verið að úrskurða fólki gæsluvarðhald sem að börn og aðskilja börnin og setja það í fósturkerfið. Svo er ég að heyra þetta núna, að þetta hafi raunverulega gerst. Og þá vil ég segja við þingmenn
eins og Sigmar Guðmundsson sem að nefndi þetta sérstaklega sem dæmi. Þetta ný framkvæmd. Það ný framkvæmd að aðskilja fjölskyldur í þessum tilgangi. Þannig að ef við erum komið nýja framkvæmd sem að, sko, mér finnst ekki dólíklegt að byggja á þessari löggjöf að þú einhvern veginn mátt senda fólk bara eitthvað og að það þurfa að vera rosa samstarfsfúst og allt þetta, að það ný framkvæmd og ætlum við þá að búið til ennþá fleiri þvingunarráðstafanir til þess að milda þá framkvæmd sem að reynda að gera það ekki, vegna þess að þú ert að tala miklu stærri hóp og auknar heimildur og allt þetta sé að vera séðan, sko í stað þess að leiðrétta þá framkvæmd. Er það ekki það sem í ólagi? Af hverju var ekki þörf á því fyrir en núna? Aðskilja fjölskyldur, vegna þess að það engin þörf á því. Það engin þörf á því að fangelsa barnafjölskyldur til þess að koma þeim úr landi. Það engin þörf á þessu. Það hafa verið miklu fleiri einstaklingar á Íslandi að sækja vernd heldur en núna og það var ekki þörf á þessu. Ég hef bent á það með fólki sem kom frá Úkraínu. Þá var loksins sett á fót hérna One Stop Shop sem að Rauði krossin var búin að vera að heimta í mörg ár. Það sem þú gengur inn, það eru teknar upplýsingar því, ferðarleiðina, afrita skilríkjum, svo skýrsla. Næsta stopp læknisskoðun. Ertu með smitsjúkdóm, þarf að einangra þig, þarftu ykkur aðstoð. Flott, komið. Næsta stopp, gjör svo vel, hérna dvalarleyfið, hérna úrræðið þess að þú getur farið í. Dvalarleyfið tímabundið, en þú mátt vinna, það var enda ekki þannig upphafi eins og var því það lagað. Og svo skoðum við þetta. Og reyndar það þannig einmitt að fólk frá Úkraínu á svona, það rauninni ekki búið að veita stöðu flóttamanns, það búið að leggja umsóknina þeirra til hliðar. Það rauninni komast aldrei almennilega inn í það kerfi sem þau hefur rétt á. En þarna var sannaðist það að það þarf ekkert að taka 3 ár að skera úr þessi mál. Það þarf ekki að taka svona langan tíma og við þurfum ekkert, við þurfum ekkert að búið til einhver fangelsi til þess að auka skilvirkni. Þvert á móti þá erum við að búið til þessi fangelsi til þess að bregðast við breytingu sem hafa verið gerðar sem að minnka skilvirkni og fjölga fólki sem hérna í einhverju pattstöðu. Það er búið að búa til vandamálið og svo einhvern veginn að leysa það með enn meiri þvingunum og mannréttindaskerðingu. Þá fer maður að velta fyrir sér einmitt, sko, hver tilgangurinn sé? Já, sko, ég nú bara farin að segja það upp átt, því ég farin að, að því auðvitað vill maður ekki segja hluti sem eru ekki réttir og maður vill ekki væna fólkum eitthvað ómálefnalega, en mér sýnist bara ljóst á öllu með þetta, það verið að reyna að stýra því hvaða hópar af hvaða uppruna fólk sem að sest hér að. Það ýmsar aðgerðir, bæði í framkvæmd, breytingar í framkvæmd og breytingar á lögum sem hafa verið gerðar á undanförnum árum sem að ekki undanskilja öðru sem svo að tilgangur með þeim sé fyrst og fremst að fækka einstaklingum af ákveðnum uppruna á Íslandi vegna þess að það verið að minnka tækifærin til þess að fá að vera og skerða skilvirkni til þess að því að sko aukin skilvirkni myndi kannski leiða til þess að þau fengi dvalarleyfi og getur bara orðið bara gildir þjóðfélagsþegnar og ég vil bara nefna dæmi sko, þessi hópur sem kom frá Venezuela svo gott dæmi fyrir margt vegna þess að þar eru til dæmis með mjög menntuðu fólki þetta er mikið heilbrigðisstarfsfólki í þessum hópi en það einhvern veginn á samt að vísa þeim í burtu og þá velti maður sem mitt sko fyrir sér hver tilgangurinn til dæmis, ég er með skjólstæðinga sem eru frá Venezuela sem eru með heilbrigðismenntun og jafnvel aðstandendur hér á landi lenda í algjöru pattstöðu vegna þess að þegar þau sýn ekki samstarfsvilja að fá það endurkombann endurkombann byrjar ekki að tikka fyrir þú ferð á landinu þau eru ekki með gild skilríki þannig að þau get ekki ferð á landinu og síðan ef þú ert búin að fá endurkombann þá getur ekki sótt neina aðra tegund af dvalarleyfi. Þú getur ekki sótt fjölskyldusameiningu við fjölskylduna eina, þá er ég að tala bara íslenska ríkisborgara. Þú getur ekki sótt dvalarleyfi á grundvelli sérþekkingarinnar. Þú getur ekki gert neitt. Þú getur ekki farið vegna þess að það fær endurkombann. Þú getur ekki verið vegna þess að þú getur ekki sótt neitt dvalarleyfi. Hvað ætlar að gera? Og við höfum reyndar alveg séð hvað stjórnvöldu finnst að þú að gera vegna þess að þau sögðu það
í svari við einu máli sem var í fjölmiðlum daginn, þið geti bara farið til Venezuela og verið hamingjusum þar. Við erum að tala um það að Bandaríkin, Bretland, mörg ríki, vara við öllum ferðalögum til Venezuela. Ferðalögum sem ferðamaður. Í mörgum þessari ríki eru ferðamenn öruggari heldur en heimafólk, sko. En þið geti farið og bara átt góða fjölskyldu, það eru gott fjölskyldulíf. Þannig að þetta er svolítið vont. Og ég meina einmitt, það er bara þannig. Þetta er farið að snúast hvaðan fólk kemur. Ég held að það sé alltaf færi sem að vilja neita fyrir það. Ég held að því miður þá sé hreinlega Já, við erum bara komin þangað. Við erum bara komin þangað. Og þá held ég við þurfum bara svolítið að fara að horfa á gildin okkar. Út af hvað þetta samfélag gengur. Og svona gildin sem að við viljum halda á lofti og það er ógnin, held ég, sem stafar á okkar samfélagi í dag. Það er ekki komið fólk á hverjum uppruna sem vill verða hluta samfélaginu, vill gangast undir gildin okkar, kemur út af gildunum okkar. Þau er ekki ógnin, það erum við sjálf. Það erum við sem erum að ógna gildunum okkar. Það er það sem við erum að gera, ekki fólki sem að kom út af gildunum okkar. Þannig erum við komin aftur að þessu frumvarpi sem á að minnka, takmarka eins möguleika námsmanna. Það sem er áhugavert þar og enginn er að minnast þá, sem að mér pínu fyndið, svona pínu hlægin í mér, er að það voru gera breytingar á lögum fyrir stuttu síðan, styttra síðan. Þetta er frá 2024. Það var frumvarp sem var gert, það sem voru gera breytingar á lögum sem varða námsmenn, sérfræðinga, alltaf góðu útlendingana, ekki flóttafólk. Það sem voru rýmkaðar heimildir til fjölskyldusameiningar, lengdur gildistími. Það var svona að gera svona, að hnika til þess að í rauninni að gera það fýsilegra fyrir fólk frá það sem kallað þriðju ríki, sem ekki EES-ríki, ekki ekki innan EES, til þess að koma og setja stað. Þar á meðal námsmannaleyfin. Það var þannig að fólk hafði 6 mánuði í lok náms til þess að finna sér vinnu. Gat fengið þálega vendina í 6 mánuði. Það var lengt upp í 3 ár. Til þess að gera þetta meira aðalandi. Til þess að fá fólk utan EES til þess að sækja frekar dvalarleyfi heldur en hæli. Hvað gerist? Auðvitað fjölgar þessum umsóknum. Já, það var líka aukin hlutfalli sem námsmenn með að vinna með námi. Hvernig opnar það á þetta? Það opnar á þetta vegna þess að ef ég sækjum nám, til þess að fá dvalarleyfi sem námsmaður, þarftu að sýna fram á framfærslu. Þú þarft að sýna fram á að þú getur séð fyrir þér. Þú þarft að vera með sakavottor, þú þarft að vera með gild skilríki, þú þarft að uppfylla allskis kröfur í ofanála við það að komast inn í skólan. Þannig að þetta er fólk sem ég veit ekki hvernig þetta haldaði fram að sjá röngu forsendum, ég veit ekki hverja það er að vera. Þetta er alveg svona nálarauga sem að þú þarft einhvern veginn að smjúa í gegnum. Þetta er þannig. En ef að þau fá ráðningarsamning, finna sér vinnu, þá er orðið auðveldara fyrir þau að því að þau mega vinna stærra hlutfall. Áður máttu bara vera, ég man ekki nákvæmlega tölna, minnir að það verið 40%, við held að sé 60%, eitthvað svoleiðis núna. Þú mátt fá meiri vinnu, þá getur þú fengið ráðningarsamning sem ég fá bara vinnu á Subway frá Ghana. Ég bara sækja vinnu og þau bara eru að segja til í þetta, við fjárvital og ég kemst inn í háskólan, alltaf læra íslensku og svo er ég vinna þarna. Þá get ég sýnt fram á framfærslu. Þetta var erfiðara áður, nú er þetta auðveldara. Auðvitað fjölgar þessum umsóknum sem var fyrirgefðu tilgangur með þessum breytingum. En svo kemur allt í einu á daginn að við viljum ekki, allt í einu viljum við ekki þetta fólk. Og þá fær mér að spyrja sig hvers vegna. Hvað er það sem hverja voru afleiðingarnar annars sem að þið áttu ekki vona og vildu ekki? Ég skal bara segja það. Það voru umsækjendurnir utan EES. Þeir voru ekki bara frá Bandaríkjunum og Kanada. Heldur voru þeir einmitt frá Afríku, Asíu og þeim ríkjum sem voru sérstaklega tilgreindar á þeirra. Ég meina Ghana, Nígeríu og Pakistan. Þetta var svona tekið út fyrir sögja. Þarna varð fjölgunin en ekki endilega á meðal Kanadabúa. Kannski ekki það sem var sé fyrir. Nei.
en við skulum leyfaðum að njóta vafans með þeim hætti að það var önnur ríkisstjórn sem að breytti þessum lögum, en það var ríkisstjórn flokka sem að maður hefur nú kannski hingað tiltalið hægri sinnari eða svona íhaldsamari heldur en þá sem eru nú í ríkisstjórn og dómsmálaráðuneyti var undir Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það er nú áhugavert að sjá ef að ef að Viðreisn með strangari hugmyndir þar heldur Sjálfstæðisflokkurinn sem reyndar virðist svo sem alveg í fleiri efnum, kemur óvart. Það er alveg rétt. Já. Þannig að það er ýmislegt í þessu sko. Ég get alveg haldið einræðinu áfram. Já, bara gjörðu svo vel. Þetta er nefnilega mjög þarft. Einræðin er einfallega vegna þess að það fékkst enginn til þess að sitja hérna með þess. Já, einmitt. Þannig að Vildu óskast að vera hægt að þetta samtal. Já. Og ég bara er spennt fyrir því samtali. Hver sem er til í að taka þetta samtal. Svo það er fyndið þetta með samtali, það er alltaf verið að tala um það megi ekki tala um útlendingamál. En ég meina hér er opinn vettvangur og hefur verið staðið til boða í eitthvað tíma frá því að þetta var kynnt og hér sitjum við tvær. Einmitt, akkurat. Og ég meina, mér finnst ekki tala neitt annað sko. Ég bara segja það. Og mér finnst nú áhugavert að í aðdraganda kosningana síðast að það var nú ekki að sjá að útlendingamál væru það sem að veri kjósundum efst í huga. Nei. En samt var það einhvern veginn agenda hjá flestum flokkum sem að var auðvitað bara mjög slæmt. Og ég held að þau sem, þú veist, hafðu áhuga á útlendingamálum hafi kannski fyrst og fremst verið fólk sem að vildi verndaréttindi útlendinga en ekki hitt. En svona fyrir þetta og þetta verður vítahringur vegna þess að þeirra stjórnvöld verða svona íhaldsam og svara þessum populísku kröfum og þá fer fólk auðvitað að trúa því að það sé eitthvað óttast, það sé raunverulegt vandamál og það þurfi að fara í þetta verður þannig vítahringur eins og við bara sjáum alltaf allstaðar, en þetta er ekkit vandamál og það er hægt að ég ætla að taka með tungutak sem er mér kannski ekkit sérstaklega tamt, stjórna landamærunum, það er hægt að hafa takmarkað aðgengi að dvalarheim án þess að koma illa fram við fólk, án þess að brjóta á réttindum þess. Það er hægt og við getum gert það er bara viljan til. Og þessar aðferðir sem er verið að beita, þær eru óþarfar. Og ég held að við ættum að vera duglegri að líta til annarra ríkja og setja samanburðin upp á borð. Bara vera með samanburðin upp á borðin vegna þess að ég held að við séum bara í tómu tjóni hérna sko. Þriðja frumvarpið sem er núna í meðferðum Alþingis, það er varandi afturköllun alþjóðlegrar verndar. Það er það sama, það er ekkert sem kallar á þetta. Það er ekkert sem kallar á þessu breytingar sem að þar eru. Ég hef talað með áður hérna við þetta borð. Það er verið að svara populískum kröfum sem sumar hverjar ganga gegn flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Ekki á þann hátt að það sé of vont við glæpa útlendinga og flóttamannasamningurinn vilja verja alla stríðsglæpamenn, þvert á móti, þá er sko verið að breyta lögum til dæmis þannig að þú getur ekki fengið vernd, getur ekki fengið stöðu flóttamanns ef þú hefur gerst brotlegur við hegningarlög, brotið alvarlega af þér. Þetta stríðir gegn flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna. Hvers vegna? Jú, vegna þess að saksókn er ein algengasta aðferðin sem stjórnvöld nota til þess að ofsækja fólk. Tökum Rússland sem dæmi. Tökum fólk sem að flýr Rússland og hefur hér fengið stöðu flóttamanns. Það er mjög gjarnan að flýja einhvers konar, flýja ofsóknir stjórnvalda sjálfra í formi einhvers konar saksóknar. Við getum nefnt bara Pussy Riot við getum bara nákvæmlega og við getum bara nefnt, ég meina það er bara liggur algjörlega upp á borðum alls konar pólitískar ofsóknir sem eru grundvallar á einhverjum hegningarlögum og annað og stundum hegningarlögum sem eru sambarilega á við okkar en stjórnvöld beita þeim bara til þess að taka niður í sínu stjórnaranstæðingum. Þetta er ástæðan fyrir því að flóttamannasamningurinn heimilar ekki að synja fólki stöðu flóttamanns vegna þess að það hefur gerst brotlegt við eitthvað. Það má svipta fólk alþjóðlegri vernd ef að það gerist svo alvarlega brotlegt við sko. Það er enda sko undanþáttnar þessu náttúrulega þú fremur stríðsklæp eða glæp gegn mannkyni. Það er undanþágur. Það er ekki gerð krafa að ríki taki á móti Putin eða Netanyahu. Það er ekki gerð krafa það.
En það er hægt að svipta fólk alþjóðlegri vernd samkvæmt flóttamannasamningnum ef að það gerist stórkostlega brotlegt og það er talið ógna öryggi ríkisins í rauninni. En vandamál í þessu frumvarpi er að það gengi miklu lengra. Það er í rauninni heimil að svipta fólk alþjóðlegri vernd á mjög opið í rauninni fyrir rosalega mikið af brotum. En sko samt er sko ekki hægt að flytja fólk vegna þess að það er grundvallarregla í þjóðarétti sem að gildir hvort sem okkur líka betur eða verður hvort sem við samþykkjum hann eða ekki það má ekki senda fólk þangað sem líf þess er í hættu. Ok, og þau viðurkenna það. Ég hef átt þetta samtal við fólk sem er rosa sammála á þessum lögum. Þá segi ég, já, það má náttúrulega ekkert senda fólk. Þá gerum við það ekkert. Við erum ekkert að fara að brjóta þá reglu. Og þá spyr ég, af hverju eru þið þá að svipta þau dvalarleyfinu? Það er svipta alþjóðlegri vernd. Það er svo fólk haldi að alþjóðlegri vernd þýði eitthvað, ég veit ekki hvað það heldur að þýði. Jú, flóttafólk á rétt á tiltekinni aðstóð í tilteknum aðstæðum en það er alltaf metið í hverju tilviki fyrir sig hvort þú þörf á því og eitthvað slíkt. Það er ekkert eitthvað ókeypis íbúð hérna 20 ára, þetta er ekki þannig. En alþjóðleg vernd er í grunninn ekkert nema dvalarleyfi og vernd gegn brottvísun þangað sem að þú ert í hættu. Flóttamannasamningurinn gerir bara kröfu að flóttafólk njóti ekki minni réttinda en aðrir útlendingar í landinu. Þannig erum við komin að hálan ís, bara nefna það með ýmislegt. En með þessu frumvarpi þá verður að svipta fólk alþjóðlegri vernd og láta það fá annars konar dvalarleyfi sem er umborin dvöl. Og til hvers þá? Það er talað þannig af þeim sem að styðja þetta að þetta snúst að brottvísa, að flytja af landinu fólk sem brýtur af sér. En ok, ef það er í hættu í heimalandinu þá getur ekki fluta hvort þeir. Af hverju ertu þá að svipta þig einn tegund dvalarleyfis til að láta fara tegund dvalarleyfis sem setur þig á sveitina? Dvalarleyfi sem það er með, gerir þeim kleift að vinna, gerir þeim kleift að stofna fyrirtæki. Þau taka út sinn dóm hérna, fara í betrun, ég veit það ekki, afplánun, eitthvað. Geta orðið hluta samfélagina nýju. Nei, þú setur þau umborna dvöl sem sviptir þau öllum þessum réttindum. Þau bara með ekki vinna, með ekki gera neitt. Hvað verður þetta fólk? Og hvað er við að græða á þessu? Hvernig er þetta betra fyrirkomulag? Ef þetta er svona hættulegur einstaklingur? Já, ég segi það. Og það er alltaf að tala það hérna, í fangelsismálum. Þá til dæmis ítrekka verið bent á það. Við þurfum að horfa til þess að fólk kemur út á endanum. Og hvað mannesku viltu þá? Viltu hafa hana verri? Eða viltu hafa hana betri? Þannig að hvernig að manneskjana verða betri ef hún er sett í þessa stöð? Þannig að þetta er bara rosalega kjánalegt, þetta er rosalega vittlust og eins og ég þurfti nú að segja í samtali við þingnefnd daginn þegar vorum að ræða þetta að þá já en ef hann er ekki hættu í heimalandinu. Ef hann er ekki hættu í heimalandinu þá getur þú svipt hann alþjóðlegri vernd hvort sem hann hefur brotið af sér eða ekki. Ef þú ert ekki lengur flóttamaður þá er hægt að taka af því dvalarleyfi sem flóttamaður. Þannig að þetta sko skýtur skokku við. Þetta er bara svona eins og hérna séum við með eitthvað fólk sem er búið að ákveða einhverja stefnu en það þekkir ekki lögin og það veit eiginlega, ég ætla bara að segja það veit ekkert hvað það er að gera. Nei, þannig hljómar þetta og ég meina í greinagerðinni með þessu frumvarpi afturköllun alþjóðlegrar verndar í fyrri útgáfunni, það er nú búið að laga það í seinni að því við bendum á þetta þá stóð sko já, það er nú bara ekki hægt að sjá hvers vegna þetta er svona í lögunum eins og þeir eru. En það stendur í greinagerðinni við þeim lögum, já, það er út af flóttamannasamningnum. Þannig að sko þegar þau eru að breyta lögum útlendinga, þá lesa þau ekki greinagerðina. Það sem er útskýrt, hvers vegna þetta er svona. Þannig að maður hugsa með sér, ef þú lest ekki einu sinni greinagerðina með lögunum svo ert að breyta til þess að skilja af hverju þau eru eins og þau eru, ertu þá búin að lesa eitthvað annað? Ertu búin að lesa flóttamannasamningin? Ertu búin að lesa leiðbeiningar flóttamannastofnunarinnar? Annars ég vil benda þar. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna er mjög íhaldsamt batteri. Hún er ekki róttæk. Hún er ekki neitt sérstaklega. Hún er almennt gagnrýnd fyrir að vera ekki að standa sér nóg vel í að geta réttinda flóttafólks. Þannig verða virða vettu í athugasemd flóttamannastofnunarinnar sem segir já, nei, þið geta ekki gert þetta svona. Í sko lögum útlendinga stendur berum orðum að það eigi, okkur beri skylda og reynda stendur það í flóttamannasamningnum líka sem við erum bundin af að við eigum að fylgja leiðbeiningum og við eigum að vinna með flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og það er ekki gert þarna og við erum verið að reyna að benda á þetta en
þannig að ég segi bara við þingmenn sko, það ykkur alveg að veit að fylgja þessi flóttamannastofnunum segir vegna þess að það ekkert, þau eru ekkert fyrir eitthvað opnum landamærum og sama með, þar get ég líka nefnt aftur þetta með að senda fólk til landa þar sem það hefur ekki heimild til koma og dvalar. Við ræddum þetta við flóttamannastofnunina, fórum að tala um þetta Safe Third Country dæmi sem þess að þekkist í öllu löndum og þarna erum við kannski komið með þetta, já, þetta bara eins og í öðru löndum, við erum að samræða með önnur lönd, að það sé að senda fólk til annars ríki sem heimaríkis. Ítalir eru með Albaníu, Bretar eru farnir að tala við Rúmeníu. Við erum með Dyflinnakerfi. Ef þú ert með stöðu flóttamanns í öðru ríki, það má senda þig þangað, það má. Og þau segja, já, það er ekki, við vorum eitthvað reyna að gagnrýna þetta, við vorum útskýrja og þau eru að gera svona og það er hræðilegt. Og flóttamannastofnunin, nei, það má alveg. Á meðan, ég meina, það má alveg, sko, ef fólk getur farið eitthvað, ef það hefur heimild til að vera eitthvað annars staðar, þá er bara maður að senda þangað. Einmitt, ég segi, en þau hafa ekki heimild til koma og dvalar í þessu landi. Og það var svona eins og þau eru svona, hvað meinarðu? Og ég segi, það er verið að vísa fólki til landa, vísa því, það er ekki hægt að flytja það, segja því að fara til landa sem það hefur ekki heimild til að fara til. Og þau voru bara, já, það var eins og þau bara reynilega tryðu okkur ekki. Og þau væri bara, já, ok, það má ekki, það gengur ekki. Þannig að sko, þetta er ekki fagmannlega unnið. Þetta er ekki alveg sama hvað maður stendur í pólitík. Við þreytist ekki á að segja, sko, því það halda allar í ég sé bara eitthvað opið landamæri og aumingi flóttamennir og það snúðist allt það. Nei, ég líka bara, getum við haft hérna réttaríkið okkar? Getum við fyllt lögum sem að við höfum samþykkt og sett og stjórnarskrá og annað. Ég er líka bara rosalega formalist þegar það kemur að stjórnarskráni og löggjöf. Ég er rosalega mikill lögfræðingur. Og þá segi ég bara, tökum bara mannúðina. Við getum tekið mannúðina og bara sett hana á ís. Gleymum bara mannúð. Horfum bara á þetta frá köldu lögfræðilegu sjónarhorni. Þá er þetta bara rosalega kaotískt. Leyfa mér að segja að það verður örugglega einhver sár, hroðvirknislega unnið og bara ekki útpælt. Og nei, þetta er ekki samræmi við það sem er að gerast í öðrum ríkjum. Nei, okkur ber ekki skylda til þess að gera þetta. Og nei, þetta er ekki vægari úrræði en við erum með í dag. Nei. Þessar 3 staðreyndavillur þarf bara að leiðrétta. Og ef að þið trúið mér ekki, lesið þið þá gögnin, fáið gögnin, kynnið ykkur málið. Ekki bara tala einhverjum upprópunum og treysta því að einhver annars er búin að skoða þetta og hann treysti því að þú sé búin að skoða þetta og engin meina neitt. Og að því að þú þekkir hann hún að voða næs gæi. Já, ég menna hann er ekki bara að segja mér er einhverja vitlis. Þetta er íslenska meðvirknin, sko. Þetta er eitthvað svo leiðis. Ég kannski áður en að ég sleppi þér út þá ætla ég, sko, ef að þessi lög koma í framkvæmd og þarna verða einstaklingar sem að einhvern veginn lenda í þessu fangelsi, brottfararúrræði. Eru þar einhvern tíma, þau komast einhvern veginn út eða í samband, og það er reyndar annað í þessu að þá að takmarka rétt þessa fólks til þess að hafa samband við hjálparsamtök, við lögmenn og þar fram til göttunum og þú veist að þetta eru bara algjörlega lokaðir hellar og þar sem að hjálparsamtök hafa ekkert aðgengi að þeim og það er ekki hægt að kanna eða skoða eða fara í vettvangsferðir þannig inn af því að það er algjörlega búið að gera það fyrir það. En segjum svo að einhver myndi lenda í þessu úrræði, myndi kæra Íslenska ríkið. Er hann ekki með nokkuð gott mál? Það verður bara mjög áhugavert að sjá. Já. Ég átti mikið að því fljótu bræði, maður þyrfti náttúrulega að sjá svolítið svona nákvæmlega hvað hefði gerst, sko. En bara fyrir þessi, að maður bara kæra fyrir einmitt þessa frelsissviptingu? Ólögmæta frelsissviptingu. Mér þætti mjög áhugavert að sjá svoleiðis mál og það mun örugglega reyna á þau í framtíðinni að þetta er illa unnið, þetta er ekki vel útpælt. En þarna kemur á rosalega mikilvægum punkti sem að ég vil þakka þér fyrir að minna á. Það er, segjum að við ætlum að gera þetta eins og í öllum öðrum löndum. Í öllum ríkjum hefur Rauði krossinn aðgang að þessum stöðum, öllum ríkjum. Þingmenn hlustið á það og passið upp á þetta. Fólk á alltaf, alveg eins og brotamenn,
berum þetta bara saman við glæpamenn. Berið þetta tvennt saman og sjáið þið hvort er rétt. Er rétt á því að tala við lögmann? Er rétt á því að tala við mannréttindasamtök? Er rétt á því að leita sér aðstoðar? Er rétt á að bera hönd fyrir höfuð sér? Tryggi þann rétt, tryggi það að fólk hafi þá möguleika, af því þetta er fólk í ómögulegu stöðu. Sko, í þessu frumvarpi, það er einmitt, það er eins og mannréttindasamtök og lögmenn séu bara eitthvað svona vesen, eitthvað svona óþægindi sem að við megum ekki vera að því að díla við. Og sko við lögmenn lendum í rosalega miklu vandræðum þegar það verið að flytja fólk úr landi. Okkur er meinað að tala við skjólstæðinga okkar, okkur er meinað að fá upplýsingar það, hvort að einstaklingur sé í haldi. Við erum með dæmin þess að fólk fær ekki að hringi í lögmanni sinn fyrir það komið út á flugvöll. Og þá spyr ég bara, af hverju? Af hverju er þetta svona? Hvers vegna má fólk ekki hringi í lögmannin sinn? Ef þú verður ágjörð því að lögmaðurinn sé að fara að stöðva flutningin, þá er það vegna þess að þú verður ágjörð lögmæti flutningsins. Vegna þess að ef flutningurinn er fullkomlega lögmætur, það er allt í lagi, það er ekkert að, þá getur lögmaðurinn ekkert gert. Lögmaður getur ekki, slögt á flugvélinni. Þú veist, það eina sem lögmaðurinn hefur eru lögin. Þannig að ég skil ekki hvers vegna það að vera að svipta fólk þessum úrræðum. Af hverju þetta svipta fólk andmælarétti, kærurétti? Ég segi bara, pössum þetta. Búið til þess að brottfara stöð, það þarf ekki að setja þessi lög. Það þarf ekki og tryggja það eftirlit með því. Og ein vonbrigði þarna sem ég verð að segja, nú er nýstofnuð mannréttindastofnun sem átti nú að, sem mikla vonir voru bundnar við. Samkvæmt skimunar þessari tilskipun eða reglugerð sem að, ég man ekki hvort það er, sem að, er reglugerð, sem er verið að innleiða líka þarna, þá ber einhverju batteri að hafa eftirlit með þessari skimun. Í okkar kerfi þá ætti það að vera mannréttindastofnun. Mannréttindastofnunin segir ekki neitt um þetta í sinni umsögn og varðandi hlutverk mannréttindastofnunar gagnvart þessum úrræðum. Ég hefði bundið vonir við það að Mannréttindastofnun Íslands myndi taka hlutverk sitt mjög alvarlega þegar kemur að þessu. Af þetta eru mjög útsettir einstaklingar sem eru þarna. Þegar þú ert að tala um skimun, ertu til að útskýra þá hvað ertu að tala? Það er sem sagt með þessu frumvarpi brottfararstöð er líka verið að innleiða Evrópureglugerð skimun einstaklinga sem að koma og sækja menn. Það er verið að skima mansal, það verið að skima í rauninni fyrir ákveðnum viðkvæmum hópum, það verið að skima og þetta snýst svolítið að margt gott í því en það er líka margt sem hefur verið varað við og annað. En það er sannarlega eitthvað sem að ég held að fólk geti bara, þingmenn geta sagt já ok, okkur ber að innleiða þetta, þá segi ég skoðið þið þessa reglugerð, skoðið þið frumvarpið, erum við að innleiða þetta rétt, erum við að innleiða það og ekki ganga lengra og nú ætlum ég bara að fá nota uppáhaldsorð en að Diljar mistar vinkonum minnar gullhúðun, ekki það, ég myndi aldrei kalla þetta gull. Hvað var hitt orðið sem var notað, ekki gullhúðuna því að þetta kannski, það lýsir ekki, það er þegar við erum að ganga lengra, við erum að innleiða Evrópureglur, þingi hleypir því í gegn því það er bara að vera að innleiða ykkur Evrópureglur en enginn að kynna sér það, þurfum að gera það hvort þið höfum ekkert um þetta að segja, en það er verið að ganga lengra og það er ekki bara og greinagerðin í frumvarpinu kannski ekki hreinskilin það að það sé verið að gera eitthvað meira heldur en bara kemur fram við komandi reglugerð. Þannig að ég hvet þingmenn til þess að kynna sér þetta, skimunarreglugerðina, brottvísunarreglugerðina, athugasemdir Schengen eftirlitsnefndarinnar, þeir þingmenn þeir er rétt á að fá þær, þó við fáum þær ekki og ekki íta á græna takkan fyrir en þeir eru búin að sannfæra ykkur að þetta sé allt í gúti sem það auðvitað er ekki, en þið þurfum ekki að taka mig trúalega. Arndís Anna, þakka kærlega fyrir þessa mikilvægu yfirferð. Ég er bara mun fróðari fyrir vikið og vona hlustendur hafi bara sperrt eyrun og séu það líka því að þetta er alvarlegt mál. Það er alvarlegt að setja fordæmi gagnvart einum minnihluta hópi með þessum hætti því að það hefur nú bara sýnt sig gegnum söguna að þá er hægt að svona, ég bara stækka það og út yfir fleiri hópa. En ég ætla að byrja ykkur að doka við og fylgjast með nokkrum auglýsingum og svo höldum við áfram.
öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við viljum að ræða pólitík að mestu leyti innanlands. Samkvæmt könnun Maskínu í dag fólk í atvinnulífinu á Íslandi mun svartsýnna á efnahagslega framtíð hér innanlands en áður. Sumir segja að vaxta sleggjan hennar Kristrúnar hafi í besta falli reynst klaufhamar. Við sjáum hvað gerist á morgun þegar Seðlabankinn mögulega lækkar vexti. En það allavega ljóst að ríkisstjórnin hefur fengið mótlæti í fangið sem að kannski ekki var algjörlega fyrir séð. Þar má nefna náttúrulega fall fyrirtækja eins og Play og annað pus í ferðaþjónustu, stóriði áföll og hingaði komin Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor við Háskólann á Bifröst. Vertu velkomin. Takk fyrir. Já, að byrja aðeins svona í þessu sem ég nefndi í inngangnum, heldur það þessar efnahagsaðstæður og svona umræða tolla, ESB-tolla og kísilmálm og eitthvað svona hafi áhrif á veðrið hjá ríkisstjórninni eða kallar þetta á einhverju leyti á breytt plön? Jú, þetta hefur allt svona áhrif sko en þú veist að þeirli þetta upp á áföll ríkisstjórna tiltölulega nýtt ekki við, þá það nú bara eðli mál sko. Þú veist að ríkisstjórnin fá alltaf eitthvað fjandann í fangið. Það nú bara eðli þess að vera ríkisstjórn. Að það kemur eitthvað ófyrirséð sem að ruglar áætlunum og stjórnmál þess meira en 90% viðbragð við einhverju sem að kemur upp. Og ekki nema í besta falli 10% eitthvað sem þú ætlar að leggja til sjálfur sko. En þannig að það sem reynir á þá stjórnlistin í slíku ástandi. Já. Hvernig geta menn haga málum. Þessi ríkisstjórn hefur fengið alveg feikinlega meðbyr og í rauninni hefur stuðningurinn við hana haldist hærri heldur en að maður hefði getað gert ráð fyrir, einfallega bara vegna þess að ríkisstjórnir verða óvinsælli fyrir núna heldur en áður, bara í okkar heimsluta, almennt og það hefur ekki gerst í þessu tilviki og þetta veiðigjaldamál var greinilega vatn á myllu ríkisstjórnarinnar frekar heldur en stjórnarandstöðu flokkana. Algjörlega. Og það hefur sem að hafa reyndar lært af því virðist vera í haust, það ekki þessi sömu átök. Stjórnarandstaðan hefur ekkert náð að fóta sig almennilega gagnvart þessar ríkisstjórnum. Maður sér það í svona traustkönnunum, ánægjukönnunum að fólk miklu ánægðara með ríkisstjórnarflokkana heldur en stjórnarandstöðuflokkana enn sem komið En það þýðir ekki að það verði viðvarandi ástand. Nei. Og það líka önnur spurning sem margir velta fyrir sér að hve miklu leyti það persónufylgi Kristrúnar Frostadóttur að þakka? Já, hún nýtur alveg gríðarlegs persónufylgis og rauninni meira persónufylgis heldur en maður sá í kortunum bara fyrir einhverju síðan Já. Hún hefur náð alveg óbáslega sterkum tökum. Við snemma. Já, við sáum könnunum daginn sem að mældi viðhorf almennings til. En það í sjálfu sér ekki endilega heillavanlegt til framtíðar að ná svo sterkri stöðu svo snemma kannski öfusnúið og
það kann að hljóma, sko. Sá ég þið ekki spáði í einhvers staðar að fylgi Samfylkingarinnar myndi að líkindum dvína frá því sem... Já, sko, þetta er engin stjarneðlisveið. Það er bara einfallega þannig hefur verið í löndunum kringum okkur hér og alls þar annar staðar að sko ríkisstjórnir fara af stað með sko fylgi, meiri hluta fylgi og svo smám saman sko rjáttlast fylgi af flokkum og það er bara það er ekkert eitthvað annað sem að hefur sko liggur að baki því að maður svona bara gerir svona frekar ráð fyrir því að það verði á brattana sætja fyrir Samfylkingu og aðra ríkisstjórnarflokka eftir því bara sem að líður á kjörtímabilið. Þrýstingurinn verður meiri, tækifæri stjórnarandstöðunnar verða fleiri og og svona óþólið magnast svolítið og fylgi fyrir að rjáttlast af stjórnarflokkunum og forystuflokkurinn þarna sem að hefur auðvitað notið gríðarlega sko mjög aukins fylgis frá því sem að það var allavega til skamstíma og þá leitar svona yfirleitt sko einhvers konar jafnvægis. Já. Þannig að það er bara staðan er bara einfallega svo það er ekki rými fyrir mikla aukningu sko en það er töluvert mikið rými fyrir lækkun fylgis þannig að það er bara sú staða sem að gera það verkum að það er eiginlega eðli máls samkvæmst nánast óhjákvæmilegt að fylgi muni dvína og ég meina ég gerir bara ráð fyrir því að flokkur eins og Samfylkingin gerir sér bara fyllilega grein fyrir því sjálf. Já. Sko maður sér líka bara að stjórnarandstaðan, hún ber líka virðingu fyrir Kristrún. Já. Maður finnur það í fyrirspurnum og öðru, maður finnur það í þessu orðaskaki á þingi, sko. Já, sko, þetta er, sko, ástandið með dálítið athyglisvert fyrir akkurat þessa stöðu, því að styrkleiki Kristrúnar er á efnahagssviðinu, þar liggur hennar styrkleiki. Og þar frýr henni engin vits. Nei. Fólk getur haft alls konar skoðanir á hvernig sko rétt sé að haga fleginu en það er enginn sem að getur sko efast að hún viti hvað hún er að tala þegar það kemur að efnahagsmálum. Og þannig eftir því sem efnahagsmálin verða fyrirferðarmeiri þeim sko sterkari staða Kristrúnar á stjórnmálasviðinu. Í rauninni er þetta heppilegra fyrir stjórnarandstöðuna að einhver önnur mál þar sem að hún er sko ekki eins sterk á svellinu sko séu sko meira áberandi. Já. Þú nefndir stjórnarandstöðuna, hún næði ekki vopnum sínum. Að hve miklu leyti hyggur það sé vegna að þér virðist sundrungar innan sjálfstæðisflokksins að þau skortir trúveruleika og virðast eiga svolítið bara erfitt með að átta sig á nýju hlutverki og hvernig þau sækja fram? Jú, sko þar er reyndar staðan misjöfn. Miðflokkurinn og Sigmundur Davíð standa bara mjög sterkt og það er flokkur sem nýtur sín vel í þessari stöðu sem upp er núna vex og dafnar í þessari stjórnarandstöðu sem hann er í núna en það eru hinir flokkarnir tveir fyrir valdaflokkarnir Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sem eiga erfiðara með að fóta sig í þessu umhverfi sko Framsóknarflokkurinn er bara á einhvers konar gjörgæslu sko hann er að mæla svo lágt að það er fólkin í því bara hreinlega lífsæta. Finnst þér líklegt að maður eins og Willum sem maður heyrir innan Framsóknarflokksins að sé ef til vill líklegastur núna til þess að taka við sem formaður, finnst þér líklegt að hann breyti einhverju stóru ef hann verður mesti formaður flokksins? Sko
allt breytingum undiroppið í stjórnmálum og Framsóknarflokkurinn, og það þetta sama með lögmáli sem ég nefndi áðan, sko. Fylgi samfylkingarnir hæstu hæðum, þannig að það ekkert mikið rými til þess að auka það. Nei. En það rými fyrir það að minnki, og Framsóknarflokkurinn liggur svo lágt að sko, maður myndi jafnvel halda, hann kæmist ekkert mikið neðar, sko. Og hann hefur meira rými hans í hináttina að auka fylgi sitt, og við höfum séð það að Framsóknarflokkurinn hefur sko endurskapa sjálfa sig gennum tíðina trekk í trekk og snaraukið fylgi úr lágri stöðu áður. Þú vilt ekkert segja sérstaklega Willum? Jú, ég ætla svo að koma að því að ég held að þetta þetta bara eitthvað svona fabulasjónir, skilurðu, en Willum maður sem ég held að nái miklu meira, hafi miklu víðari skírskotun út í samfélagið heldur en kannski annað forystufólk í Framsóknarflokknum. Hann var óvanalega vinsæll ráðherra fyrir Framsóknarflokkinn á sinni tíð. Hann nýtur svona almennari hilli, held ég, heldur en margir aðrir, þannig að Framsóknarflokkurinn með Willum í forystu á eflaust meira færi heldur en undir forystu ýmissa annarra, sko. Heimspekingurinn Alexander Henriksson sagði hér við Rauðaborðið í gær að hann teldi að Sigurður Ingi hefði aldrei náð fyllilega vopnum sínum eftir rasísku ummælin sem féllu á búnaðarþingi forðum. Ertu sammála því? Ég get nú ekki alveg sett punktinn akkurat þar, sko. Já. Málið að stjórnmálamenni eru bara alltaf í einhverjum ólgusjó, og það eru alls konar mál sem alltaf að fara að koma upp og það eru fullt af einhverjum atvikum sem eru stöðugt að gerast, og það ekki endilega þau sjálf sem að skipta sköpum, heldur hvernig menn takast á við þau. Til dæmis, sko, þegar þú talar Sigurð Inga og þau ummæli, að þá náttúrulega líka sneri hann algjörlega við orðræðunni í garð innflytjenda draganda kosninga með frægri kosningaræðu í sjónvarssal sem að jók fylgi Framsóknarflokksins. Bjargaði því sem bjarga var, kannski. Já, og þannig hann á nú alveg sögu í báðar áttir. Báðar áttir, sko. Rétt. Og ég ekki alveg viss að eitthvað eitt svona atvik sé. Málið líka það. Stjórnmálamenn sem eru búin að vera svona lengi á sviðinu og fólk þekkir og allt það, þeir eru yfirleitt ekki dæmdir af einhverju svona einstaka atviki, sko. Það samspilið er flóknara. Það var kannski tíð fyrir nokkrum árum að menn voru svona hanga í einstaka atburðum eða atvikum og hafði áhrif kannski frekar fyrir nokkrum árum, heldur en menn eru líka að sjá að það voru kannski ekki. Erum við að vísa til vók áhrifana sem voru sterkari áður? Já, sem voru þarna sterkum tíma, þar sem að menn voru einmitt dæmdir af einstaka atvikum. Fremur heldur en af svona heildarframgöngu. Þannig ég sé það ekki alveg, sko, en hins vegar bara Sigurður Ingi hefur ekki náð bara vopnum sínum almennilega, sko, í stjórnarandstöðu, sko. Nei, kann það hlutur ekki illa? Já, ég veit það ekki. Það bara, sko, afhroðið í kosningunum var svo rosalegt að þetta var nánast róttök. Já. Sem að Framsóknarflokknum var veitt og bara Framsóknarflokkurinn er bara vankaður ennþá. Mjög. Já. En sko þú segir nánast róttök og við sáum VG fá róttök, Pírata fá róttök, sósíalistar náðu ekki þingmanni í síðustu alþingiskosningum. Gæti það líka gerst að við sæjum Framsóknarflokkinn bara þurrkast út og hverfa á alþingi allavega? Ég VG datt út af þingi. Og það eru 4 flokkar á Íslandi sem við teljum til kjarnaflokka í flokkakerfinu. Maður tekur bara stjórnmálafræðina á þetta eins og við erum að reyna
að greina íslenska pólitík að þá eru hérna 4 meginflokkar sem dekka nokkuð negin mengi skoðana í landinu og svo hafa fleiri komið til skjalana og svo breytist þetta svona svolítið innbyrðis en það eru 4 flokkar sem eru sko viðvarandi til staðar og Vinstri grænir, arftakar Alþýðubandalagsins voru einn af þeim flokkum og maður átti ekki von á því að neinn þessara flokka myndi í einhverju fyrirsjáanlegu umhverfi falla út af þingi en það gerðist með Vinstri græna þannig að þessi staða fjórflokksins svo kallaði bara ekkert lengur þú sem hún var og í rauninni það bara hugtak sem hefur enga í rauninni sko, svona greiningarlega merkingu í samtíkamannum bara orðið af sögulegu stjórnmálahugtaki í rauninni. Þannig að sko það á engin eitt fast í hendi lengur. Þannig að Framsóknarflokkurinn getur auðvitað fallið út af þingi. Það ekkert sem það sjálfur sér ekkert í umhverfinu sem segir að það sé illmögulegt. Nei, og Miðflokkurinn gæti með sama hætti og nefndir áðan orðið stærri en Sjálfstæðisflokkurinn. Já, sko Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í sérstaklega erfiðri stöðu. Við ræðum bara sögulega stöðu Sjálfstæðisflokksins sem svona valdaflokkur Íslands. Kallum sko Sjálfstæðisflokksins sko the hegemonic power á Íslandi og flokkur sem hefur borið ægisjálm yfir íslensk stjórnmál og verið nánast alltaf bara meira og minna við völd. Já, mjög nátengdur viðskipta atvinnulífi og öðrum afleitum. En sko það sem sérstakt við Sjálfstæðisflokksins og sögu hans að Sjálfstæðisflokknum tókst að halda saman hægri væng íslenskra stjórnmála nánast alla 20. öldina að flokkar sem í löndunum í kringum okkur sem að búa við hlutfallskosningakerfi eins og við búum við í fjölflokkakerfi að þá voru flokkar hægra megin yfirleitt sko í 3 aðskildum stjórnmálahreyfingum og þú þá með sem sagt svona annars vegar sko svona hófsama kristilega demokrata, svona frjálslynda flokka, alþjóðasinnaða, Evrópusinnaða og svo framvegis. Og svo ertu með svona þjóðernis íhaldsflokka og þriðja mengið, þarna hægra megin var lengi vel sko frjálshyggjan sem þar sem flokkar buðu fram líka undir þeirra merkjum og þetta eru svona 3 aðskildir hugmyndastraumar svona borgarlega frjálslyndi þjóðernisíhald og svo svona en hugsjónadrifna frjálshyggja og yfirleitt voru þessi mengi í sikkurum flokkunum í löndunum í kringum okkur sem búa við hlutfallskosningakerfi. En á Íslandi tókst að Sjálfstæðisflokknum að halda öllum þessum hópum, öllum þessum 3 aðskildum hópum inni í Sjálfstæðisflokknum og það var afrek. Tengdist það hagsmunum? Það tengdist þetta hagsmunum að einhverju leyti, já, þetta svona atvinnulífshagsmunum og öðru slíku, ég meina, það ekki þetta aðskilja sko hagsmuni frá stjórnmálum sko. Ég meina, stjórnmál eru stórum hluta baráttu hagsmunabarátta. En sumir flokkar eru samt ganga meira fyrir tiltekinu hugmyndafræði. Já, en mér finnst þetta svona, ekki endilega eitthvað aðalatrið en það sem merkilegt hvað Sjálfstæðisflokknum tókst að halda þessu svona heilu. Auðvitað voru alltaf einhver klofningsframboð og svona, borgaraflokkurinn og eitthvað þess þar og eitthvað uppgjör sem átti sér stað en almennt var þetta svona. Og formenn Sjálfstæðisflokksins litu alltaf á það sem sitt sko megin hlutverk. Áður en gerðu nokkuð annað, það var að halda flokknum saman. Já, það var erfiðasta verkefnið. Það var erfiðast að halda þessum 3 margt með ólíku hópum saman inn í þessari breiðfylkingu, þessari víðfemu kirkju þar sem voru ýmsir salir og halda þeim öllum sko til friðs innan sömu veggja, það var stóra verkefni. Núna þetta bara gjörbreytt og Sjálfstæðisflokkurinn stendur frammi fyrir því að sko
hófsæmu kristilegu demokratanir frjálslyndis megin, þeir stofnuðu bara nýjan flokk sem heitir Viðreisn og vegnar bara nokkuð vel og fara með utanríkisráðuneytið og búnir að leggja drög að nýjum aðildarviðræðum við Evrópusambandið og svo framvegis. Og þetta var allt inn í Sjálfstæðisflokknum. Öll þessi öflug, menn gleyma því oft að Evrópusinnar voru þar mjög öflugur hópur. Og en þeir fóru þangað, þannig að það fór þar. Bjarni sjálfur, Benediktsson, daðræði við Evru og... Síðan ertu með þjóðernisíhaldið og það að koma upp í gegnum miðflokkin. Jafnvel þó að miðflokkurinn sé ekki klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum heldur út úr Framsóknarflokknum, að þá hann að taka fylgi af þessum armi Sjálfstæðisflokksins sem var þjóðernisíhaldið sem var inn í Sjálfstæðisflokknum og alltaf opaslega sterkur hópur, oft tengdur svona landsbyggðaröflunum í Sjálfstæðisflokknum og við vitum alveg hvað fólk þetta er sterkur og öflugur hópur innan Sjálfstæðisflokksins og auðvitað voru alltaf tókstar þetta milli þeirra og síðan frjálslyndu alþjóðasinnana en þannig flokkur var Sjálfstæðisflokkurinn að tókstreitan gat á sér stað innan hans og þannig að þá flokkurinn að missa fylgi þangað. Og svo hefur það þriðja gerst á sama tíma sem að þriðja mengi flokksins frjálshyggjan horfin úr íslensku stjórnmál. Þú segir það? Það er enginn sem heldur henni lofti. Nei, en það aðeins skiptar skoðanir svona áhrif hvort andi frjálshyggjuna svífa en þá. Já, en ég að tala frjálshyggjuna þá hugmyndafræði sem var kefti hér á vellinum til jafns við aðra lágmarksríkið. Það sem að tala var að skattar ætti að vera mjög hófstilltir, útgjöld ríkisins eða hlutverk ríkisins í samfélaginu ætti að vera verulega takmarkað. Það var lengi vel stóð hér fór fram á Vesturlöndum barátt á milli annars vegar næturvarða ríkisins og hins vegar barnfóstru ríkisins og þetta bara ólíkar hugmyndur hlutverk ríkisins. Frjálshyggjumennir sögðu að ríkið ætti að vera svo nætuverður, það ætti bara svona stilla til friðar og sjá til þess að þessi svona sæmilega örugt, en vera ekki að skipta sér af fólki að öðru leyti. Það hagaði síðan bara sínu lífi eins og það kissi. Meðan að þeir sem aðhildu barnfóstru ríkið, þeir sáu ríkið fyrir sér svona sem alltunliggjandi, það væri að skipta sér alls konar málum, það væri til dæmis að hafa, hefði aðkomu að menningu, það hefði aðkomu að heilbrigðisþjónustu, það hefði aðkomu að menntun og svo framvegis, það væri svona að skipta sér að því hvers konar matvæli mætti selja, hvað fólk mætti drekka og svo framvegis. Samtímanum hefur barnfóstruríkið bara gjörsigrað þennan leik Þeir bara unnu þetta 10-0 og nú lifum við í samfélagi þar sem að það efast engin lengur engin svona stórleikandi í stjórnmálunum efast lengur þetta hlutverk ríkisins. Það engin stjórnmálaflokkur sem tala fyrir einkavæðingu menntakerfisins og að ríkið eigi ekki að vera að kenna börnum að lesa og eitthvað svona. Það bara, þetta heyrist aldrei. En hvað var það skattana? Þá hefur Guðrún Hafsteinsdóttir svona reynt að nota það sem svipu að þessi ríkisstjórn, hún sé alltaf að hækka skatta á mig. Já, en þú tengir það ekki frjálshyggjunni. Það engin stjórnmálaflokkur á Íslandi sem að tala fyrir því að fara með skatta niður í það sem frjálshyggjan hefur boðað. Það bara ekki nokkur einasti stjórnmálaflokkur í landinu sem gerir það og Sjálfstæðisflokkurinn bara alls ekki. Samandregið, út frá því sem þú nefnir, má þá álykta að Sjálfstæðisflokknum gengi ekkit endilega betur með annan foringja í brúnni. Ég veit það ekki. Sjálfstæðisflokkurinn þetta rótgrónasti flokkur landsins. Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn í landinu sem að má í klassískri merkingu hugtaksins kalla fjöldahreyfingu. Allir aðrir flokkar nær því sem að við köllum kjarnaflokka heldur en fjöldaflokka. Jafnvel þó að séu flokkstrúktur í þessum flokkum eins og Samfylkingu og Framsóknarflokki og það sem eru félög og það fullt af fólki og það alls konar starfsemi, þá þetta ekki fjöldahreyfingar.
eins og Sjálfstæðisflokkurinn það sem að er bara miklu meiri og ríkari svona strúktúr og sterkari hefðir fyrir þáttökunni og þetta sá flokkur sem tengist atvinnulífinu held ég enn sterkustum böndum, þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ennþá algjöri lykil hlutverki að gegna í íslenskum stjórnmálum og auðvitað skiptir máli hver velst í forystu fyrir hann, hversu trúverðugur hann álitinn af kjósendum í þessu hlutverki sínu. Guðrún Hafstadóttir, þú veist, hún auðvitað bara mjög fínn stjórnmálamaður, engum blöðum með það að fletta, en hún hefur ekki enn sem komið náð þessari stöðu sem að sjálfstæðismenn krefjast af foringja sínum og ein megin ástæðan fyrir því auðvitað svo að flokkurinn utan, hann heldur ekki valdataumana. Það mjög óanaleg staða í íslensku stjórnmálum að Sjálfstæðisflokkurinn fari hvorki með völd á landsvísu né í borginni. Það eru 2 valdamiðjur á Íslandi. Og þær eru báðar hérna niður í Kvoss það annars vegar landsstjórnin og hins vegar Reykjavíkurborg, bara vegna stöðu Reykjavíkur sem þessa sem einu borgarinnar í landinu að þá þessi staða svona og fyrir Sjálfstæðisflokkin valdaflokkin í landinu sem það aðri flokkar geta vel lifað í stjórnarandstöðu og þeir eru meira svona að reyna að hafa áhrif á umræðuna, þeir eru að reyna svona að koma sínum sjónarmiðum að og allt þetta, en verði ekki alltaf að vera við völd. Sjálfstæðisflokkurinn það bara í erðamengi flokksins að hann á að vera við völd og ef hann ekki við völd þá eitthvað að og þá þarf að breyta því og vera hvorki við stjórnvölni í ráðhúsinu né í stjórnarráðinu að það flokknum erfitt og allir formenn Sjálfstæðisflokksins þetta þeim öllum erfið staða að vera í þessari stöðu. Já. Þú hefur sagt að flokkur fólksins sé áskorendaflokkur. Já. Og það sé ekkit ólíklegt kannski að manni það rétt haft eftir þér að loknu þessu kjörtímabili þá sé ekki endilega fyrir séð að líftímans verði langur. Nú veitum við ekkit það og jafnvel þó að flokkar hefji sína starfsemi sem áskorandaflokkar í einhverju umhverfi að þá geta það líka umbreyst og fest í sessi sem svona meira viðvarandi stjórnmálaflokkar. En það mikið hrapifylgi og óvinsælastir ráðherrar flokksfólksins sem aðstofar fólk í ráðuneytunum segi mér að sé alveg, þetta ekki bara humbúk, þetta veikir stöðu þeirra í samninga umræðum og ríkisstjórnarfundum og öllu Þetta flokkur fólksins áskorendaflokkur, hann flokkur sem kemur að utan og segir hér rangt gefið og við þurfum að breyta hér öllu og nær þeirri stöðu að komast í ríkisstjórn sem að nota bene ótrúlegur árangur og Inga Sæland hefur náð einhverjum stórfenglegasta árangri sem að við höfum séð svona í stjórnmálasögunni. Þetta svona hvers konar sköpusku saga. Ég vil ekki nota kannski svoleiðis orð ég vona að fólk virði það við mig að ég á við þetta í jákvæðri merkingu að það manneskja sem kemur utan sem tilheyrir ekki valdamiðjunni bara stofna flokkinn við eigin eldhúsborð til að jafna kjör og núna einn tryggja leiðtoga ríkisstjórnar. Þetta ofboðslegur árangur en þetta ekki fólki sem versiraðast í valdabröltinu og það kemur auðvitað alveg í ljós að þegar að farið að staða þá miklu minni reynsla þarna. Stjórnmálaflokkar eru líka þeir eru líka svona bakland
stjórnmálamannsins og ráðherrana og við höfum séð allt of mikið af því undanförnu að stjórnmálaflokkar eru farnar að verða einhvers konar samtök frambjóðanda frekar heldur en fjöldahreyfingar með strúktúr og allt þetta sem að verður til þess að við fáum inn í stjórnmálinn fólk sem að kannski kann ekki að fóta sig með sama hætti og fólk sem að hefur stuðning og hefur verið skóla til í stjórnmálastarfi í gegnum stjórnmálaflokkana og þess að hefur bara talað niður slíkt starf með hætti sem að ógnar bara hreinlega lýðræðinu að tala svona niður stjórnmálastarfi eins og gert hefur verið undanfarna áratugi hér og svo sem annar staðar sko. Því að stjórnmálaflokkarnir skipta ofboðslega miklu máli sem lýðræðislegar uppeldisstofnanir fyrir framtíðar stjórnmálamenn og þetta er bara eins og að keyra vörubíla þess að hafa nokkuð tímann tekið ekki einu sinni meira próf, ekki einu sinni bílpróf sko. Það er bara meiri hætta og þú keyrir út af sko. Þannig að á þessum tímapunkti finnst þér ósnefnt að spá fyrir örlög fólksins? Mér finnst ósnefnt að spá fyrir örlög þeirra allra. En sko en ég meina hann er auðvitað í þessari stöðu vegna tilvistar hans, tilkomu hans, hvernig hann kemur inn, stöðun sem hann í, þá er hann auðvitað í meiri hættu en aðrir. Það blasir algjörlega við. En það er ekki þar með sagt að það sé ómögulegt að vinna úr henni. Nei, maður hefur líka tekið eftir og kannski er svona hugmyndir hefðarvald skipta þær einhverju máli. Maður tók líka eftir að það var svona, það hefur, ég held ég geti bara sagt það upphátt að það hefur, fjölmiðlar hafa sumpart sótt harðar af flokki fólksins. Kemur að gagnrýni og álitaefnum. Kannski vegna þess að hann er svona smá aðskotahlutur í hugum ráðandi fjölmiðlamanna sem við erum vönið í að hafa ákveðna heimsmynd hérna innanlands og það er stundum þegar svona eitthvað óvænt gerist að þau hafa virkilega sætt harðri gagnrýni ekki síst í hádegismóum hjá Mogganum Já, Morgunblaðið hefur náttúrulega farið mjög hart í þá sko en það er líka held ég bara þannig að það er farið svona eftir því sem að menn telja þá kannski vera veikast í hlekkurinn, það er nú alltaf þannig í stjórnmála baráttunni sko. Það maður líka spyrja sig út í sko hvort efnistökin á Ríkisútvarpinu hefðu verið nákvæmlega sömu hvort barnamálaráðherra í öðrum flokki sko, maður getur ekki lagt mat það, maður getur bara svona hugsað, ég er náttúrulega búin að vera alla þessa áratugi í fjölmiðlaheiminum, það er alveg spurningar sem kveikna. Heyrðu, en vinstrið á Íslandi, hvað er að gerast með vinstrið? Sko, eins og við rættum á hann, VG datt út, sósíalistar virðast að vera nokkuð duglegir í að tortíma sjálfu sér með einhverjum erjum og svona. Er það út af erjunum sem að margir svona segja bara vinstri sé bara einhvern veginn horfið úr íslenskri pólitíka eða eitthvað svona stærri straumar þar að verki? Það er nú alltaf segja þess að sko deilurnar eru mestar eftir því sem einingin er smærri sko. Hvernig var þetta nú í sko sósíalistaflokkunum í gamla daga, þá voru sko harðvíktu að deilur á milli KMLM og KML hvað var það? K eða eitthvað sko hvort sem þú væri marxín-leninisti eða trotskíisti eða eitthvað þá gáttu menn borið sko banaspjót bara í einhverjum svona smá núansum í hugmyndafræðinni vinstrið, það er bara væntanlega einhver gerjun í gangi myndi ég halda þar, það er pláss fyrir vinstriflokk í íslenskum stjórnmálum vinstra megin við Samfylkingu, það hefur alltaf verið, þetta er í fyrsta sinn sem að við höfum ekki neitt flokk þeim megin. Hátt í 15% og jafnvel 20% landlausra kjósenda. Þetta ég myndi segja að svona flokkur geti gert sér vonir að ná yfir 5% þröskuldinn og þú veist að það er þarna upp 10% fjall nú þarna niður dautt ef ég maður rétt þarna megin seinast, þannig að það er alveg fínt rými þar. Ég er hins vegar þetta fer nú dálítið eftir einstaklingunum sem að þarna eru staddir núna, hvað þeir eru opnir og hvað menn verða svona klókir og skapandi að búa þá til eitthvað nýtt. Ég myndi halda að það þyrfti einhvers konar
nýsmíð til þess að taka við þessari stöðu. Er ekkert alveg sannfærður það að vinstri grænir geti bara eins og þau eru samsett núna risið upp aftur og komið bara tilbaka eins og ekkert hafi í skorist. Ég er ekki viss það og Píratar, það þarf þá, oft hefur viðsnúningurinn á vinstri vangnum orðið mestur þegar menn hafa náða að sameinast einhvers konar nýja útgáfu. Þú veist, bara eins og gerðist með Samfylkinguna á sínu tíma, sem verður auðvitað til úr 3-4 flokkum eftir hvernig menn telja það. Og það eru þetta bara dauðafæri, myndi ég halda, fyrir nýjan vinstri flokk á þetta svið þar sem að fólk úr vinstri grænum, úr Pírötum og einhverjum öðrum hreyfingum jafnvel gætu komið saman. Þá þarf fólk auðvitað að ná saman. Björn Leví Gunnarsson sagði hér við Rauðaborðið fyrir skemmstu að stjórnmálinn hefði breyst þannig að vægi leiðtogana væri orðið mun meira en hefði verið og við erum hér svolítið að ræða leiðtoga. Stendur þetta svolítið og fellur með til dæmis manneskja eins og Sönnu Magdalenu Mörtudóttur sýnist þér núna? Ég meina hún mjög öflugur stjórnmálamaður, hefur sýnt það, en það hefur orðið algjörð leiðtogablæti einhvern veginn bara í samtímanum. Þetta snýst allt leiðtoga nú orðið og flokkarnir eru allir orðnir meira og minna. Lengst af þá voru þetta nú svona meiri teymi í stjórnmálaflokkum. Það voru svona einhver forysta í stjórnmálaflokkum, það vissi allir hverju voru í forystunni og leiðtoginn var svona fremstu meðan jafningja. Er þetta alþjóðleg hræring? Er þetta meira hérna innanlands? Já, þetta er líka bara tengist miðlunni, það er svo erfitt að ná í gegn öðru heldur en bara einhverjum svona einu andliti, og þá snýst fyrir alltaf snúast það. Ég meina þetta fór að gerast hjá okkur þú veist, með Davíð og Ingibjörgu Sólrúnu og eitthvað svona þar sem að leiðtogarnir verða svona sterk andlit fyrir sína flokka frekar heldur en svona hvað maður segja teymið, kannski svona forystu teymið sem að var meira áberandi áður fyrir. Þannig að ég veit ekki hvort að svona flokkur þurfa að snúast alfarðið einhvern einn leiðtoga. Ég ætla nú að leyfa mér að efast að það sé nauðsynlegt og jafnvel getur náttúrulega líka verið stundum meira færi fólkið í því að reyna þá aðeins að koma á skjön við það sem í gangi núna. En þessi tilraun Píratana að vera ekki minna eitt formann sem að býrðu þetta bara til eitthvað svona klíkuræði þá bara eitthvað klíka sem ákveður það hver aðal og það heldur ekkert mjög gott. Það þarf eitthvað strúktúr í svona líka. Þannig að einhver nýr vinstriflokkur, við erum að sjá það í Danmörku núna, það eru sveitarstjórnarkosningar í Danmörku í dag og þar er töluvert gerjun vinstra megin og þú veist, einhverja kannanir voru að sýna það að 3 vinstriflokkar gætu náð meiri hluta í Kaupmannahöfn og þá vinstra megin við sósíaldemokratana sem hafa þetta farið mjög langt á eftir þjóðnes svona populískum öflum þar og skilið eftir rýmið vinstra megin við sig fyrir aðra flokka þar. Áhugavert. Það voru margir sem sögðu fyrir síðustu þingkosningar að Miðflokknum og Flokki fólksins framan af vegna þess að hann skipti stefnu gagnvart innflytjendum og þeirri umræðu eiginlega þakkaði niður í sjálfum sér. En það voru margir sem að fögnuðu því að síðustu kosningar Miðflokkurinn og Flokkur fólksins framan af hefði ekki náð að láta kosningarnar hverfast útlendingahandúð. Það er jú rétt ár síðan við gengum að kjörborðinu. Manni finnst að það hafi ansi margt gerst á þessu ári. Þetta er ekki sammála því hvað var þar? Málefni aðkomufólks er bara undirliggjandi einhvern veginn í öllu núna og þetta er að mörguleyti innflutt bara umræða frá löndunum í kringum okkur. Frekar heldur en eitthvað sem fólk er að reyna á eigin skinni á götum úti. Og við erum að flytja dálítið mikið af þeirri
af þeirri umræðu og hún bara algjörlega megn. Það má jafnvel spyrja sig hvort sveitarstjórnarkosningarnar, hvort upptaktur þeirra muni verða eitthvað á þessum nótum. Það getur alveg verið sko. Já. Og hérna... Þú ert ekkert mjög hrifin á þessari þróun eða eitthvað? Ég hef ekkert litið á það sem mitt hlutur að vera hrifin eða illa við einhverja þróun og bara... mitt jobb gengur út á að reyna svona að horfa á þetta og meta einhverja strauma og svona reyna að vera ekkert að svona blanda minni afstöðu og mikið inn í það en sko það sem maður sér hins vegar að þessi andúð í garð aðkomu fólks sem að hefur verið að vaxa svona mikið í löndunum í kringum okkur og runni lita öll stjórnmál alls staðar í löndunum í kringum okkur og þau eru farin að hverfast mjög mikið stöðu aðkomu fólks og bara fólk á ferð almennt. Það kemur allt bara hingað eins og alls staðar annars staðar. En samt nú sko þessi andúðarbylgja reis auðvitað hæst í kjölfarið á flóttamannabylgjunni hérna fyrir 10 ára. 2015 náði flóttamannabylgjan hámarki í Evrópu eftir stríðið í Sýrlandi og svona ýmsa aðra óáran sem að leiddi til þess að gríðarlegu fjöldi fólks leitaði skjóls í Evrópu frá Miðausturlöndum. Svo rénaði nú auðvitað bara þessi straumur og það miklu færra fólk í dag sem að leita sér skjóls vegna þess bara að ástandi í veröldin öðruvísi. Einhverjum auðvitað mikinn fjölda út úr Úkraínu en það var einhvern veginn önnur móttakan við þeim vegna þess að þau eru svona falla svona inn í það sem að fólk telur svona viðteknara, þau eru svona hvítir kristi samfélag sko og ekki svona eins og skjön í ásýnd kannski eins og sem fyrst fólk frá Miðausturlöndum vera. Þannig að þetta nú allt svona í gangi en það sem ég finnst athyglisvert að þegar að straumurinn minnkar og það eru svona færri að leita sér sko ágangurinn minni jafnvel þó að það er alltaf hægt að finna til einhverja tölur sem að sýna eitthvað varðandi einhverjar umsóknir eða eitthvað svoleiðis en bara straumurinn sem streymir út úr Miðausturlöndum til Evrópu miklu minni. Það er bara augljóst. Hann ekki sá sem hann var fyrir 10 ára. En umræðan heldur á samt áfram að magnast. Það finnst mér athyglisvert sko. Svo líka ef maður horfir langt fram þá getur nú orðið sko meiri flutningur fólks í kjölfar umhverfisbreytinga, loftslagsflóttamenn og svo framvegis þannig að sko Já, og við erum auðvitað bara flóttafólk, skilurðu. Við getum enda sjálf sem flóttamenn ef Golfstraumurinn. Íslendingar komu hingað sem flóttamenn, sko. Já. Og en það sem að hefur gerst á seinustu 100 árum að það stöðugt verið að svona takmarka möguleika fólks til þess að svona fara það dálítið athyglisvert og sérstaklega seinustu kvartöld hefur þetta verið að breytast hratt sko. En það eru 100 og eitthvað fá ár síðan að heimurinn fór að taka upp sko landamæragæslu. Það er ekki eldra síðan sko. Vegabréfið sér slíkt á sér aðeins lengri sögu en landamæragæsla er bara algjörlega nýjuppfundið fyrirbæri sko sem er dálítið fyndið að hugsa því að mannkynið hefur verið til svolítið lengi og en núna finnst fólki þetta bara að vera nauðsynlegasti hlutur í heimi það verður að stöðva för sko og akkurat á landamærum þjóðríkja það einhver sem fann það var aðalmáli sko en það er ekkert verið að stöðva fólk það er ekkert verið að tjekka á manni ef maður fyrir út í Kópavog en ef við fyrir Kaupmannahafnar þá gegnir öðru máli sko. Rétt í lokin tengt því sem að framkom í upphafi það eru svona fleiri og fleiri í atvinnulífinu að
kalla eftir vaxtalækkun, öflugir aðilar, það ekki bara fátækur og skuldsettur almenningur sem kannski fastur á leigumarkaði og blæðir hvern einasta dag og mörgum finnst engi segja sinna. En það vaxandi þrýstingur á vaxtalækkun, það líka bara, maður heyrið á fleiri áttum núna að íslenska krónan sé stór hluti af vandamálinu. Það alls konar hagfræðingar stíga fram og skrifa greinar að verðtryggingin, við séum föst á ákveðnum kláum, að verðtryggingin er eitthvað, við veitum ekki hvað gerast á morgun og ég ætla ekki að biðja að spá fyrir það, en eitthvað sem bendir til þess að þessi ríkisstjórn sem nú situr, hún muni hafa það stórkostlega hugrekki sem að margir kalla eftir, hvað varðar svona stórumálin í efnahagsstærðunum? Stórt spurt, sko. Ég meina, hvað með góður, ég veit það ekki, sko. Náttúrulega, hagfræðingarnir leiðir þetta með þá ef ég hef rangt fyrir mér, en mér skilst að Ísland sé smæsta ríki, segjum Vesturlanda, sem heldur úti sjálfstæðum gjaldmiðli á frjálsu floti, í svona frjálsu opnu hagkerfi. Og það hefur verið svona álit hagfræðinga að þurfir almennt stærri heild til þess að slík mynt geti verið stöðu og allavega þá ekki kostnaðarsöm. Þannig að það er alltaf einhver kostnaður á krónunni bara vegna smæðarinnar og að vera í opnum frjálsum viðskiptum á frjálsum floti. Þetta er ekki alveg frjálst flot, þetta er svona stýrt aðeins að Seðlabankanum, hann kaupur og selur innan einhverja marka. Þannig að það er bara alltaf viðvarandi erfiðleikastig. Þetta er svona vandamál sem að mörg önnur ríki búi ekki við og býr til kostnað í íslenska hagkerfinu. Vaxtamunurinn hér er gríðalegt. Hann er gríðalegur og það sem er eitt af kostnaðinum við þetta fyrirkomulag. Við höfum reynt alls konar fastgengisstefnur og alls konar leiðir til þess að díla við þetta, en við komumst eiginlega aldrei fram hjá þessu almenna vandamáli. Við lifum á utanríkisviðskiptum en við erum með rosalega lítla mynt, eða það er bara svo fáir á bakveðana. Þetta er bara ákveð vandamál. Og sem að svo eru önnur vandamál sem aðra þjóðir búa við sem að við höfum ekki. Við höfum ekki eins mikið kostnað af varnarmálum og ýmsu öðru, en þarna liggur bara kostnaður í íslenskri hagstjórn umfram önnur ríki og svo deila menn endalaust það hvort að það þurfi þá að taka upp annan gjaldmiðil eða hvort það sé hægt að gera þetta einhvern veginn öðruvísi, en þetta er bara eilíða deilan. Finnst þér ekki að sé svona hingað og ekki lengra augnablik nánast í aðsí í þessum öfnum? Nei, það hefur komið hérna alls konar kreppur og rann og aðstæður sem þetta hefur valdið erfiðleikum og þess að það hafi orðið ykkur augustund og slíku, sko. Þannig að, nei, sjálfur sér ekki. Svo auðvitað náttúrulega blanda sér inn í þess að áfram halda aðildarviðræðna ef það verður þá samþykkt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það tengist auðvitað þessu öll saman líka, en nei, er þetta ekki bara business as usual. Það eru kostur og gallar við svona ef maður reynir að spá fyrir hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer þá er svona sumpart verið að draga upp myrkari mynd af Evrópusambandinu heldur en kannski hefur verið hvað varðar kostnaðinn, óskilvirkni, fá stór fyrirtæki innan Evrópu og náttúrulega kísilmálmurinn núna, hvað okkur varðar, en það er líka náttúrulega þrá landsmanna í stöðuleika, lægri vexti, gjaldmiðil. Þetta verður spennandi. Ja, þetta verður mjög spennandi, einhverjum blöðum við það að fletta, sko. Kæra þakki fyrir komuna, Eiríkur Bergmann. Við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt.
Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, það heyrist stundum að embættismannakerfið hér á landi hafi þanist út og sé hömlulaust. Aðrir segja að pólitíkusar ráði of miklu á kostnað starfa embættismanna. Við ætlum að ræða skýrslu nú sem kom út fyrir skömmu og tekur á samanburði Íslands við önnur lönd og verður fróðlegt að fá að heyra hvað viðmælendur mínir hér hafum hana að segja. Þeir eru Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðingur og Þorvaldur Ingi Jónsson, stjórnsýslufræðingur, báðir gamlir refir, margsildir. En ég ætla að byrja á því sem hefur verið svona svolítið á milli tanna fólks í dag og varðar þessa skýrslu að Mogginn slær því upp á forsíðu að svo sem að vann þessa skýrslu, það verk eitt og út fyrir sig, hvað það hafi vaxið að umfangi tíma og kostnaði, verið 5 sinnum dýrara og heldur en að var stefnt. Sko, bara byrjaði að fá viðbrögð þín, Ólafur, á svona þessa frétt Moggans áður við förum í inntak skýrslunar. Já, þetta nú því miður dæmigerð blaðamennska sem að margir Íslendingar hafa stundað lengi. Það að segja að það fyrst og fremst fjallað aukaatriði, það farið rangt með og aldrei komið að kjarna máls. Aðalatriðið með þessa skýrslu auðvitað það hvað hún hefur fram að færa til viklegrar umræðu samband stjórnmála og embættismanna á Íslandi, hvernig við getum bætt þau samskipti, bætt okkar embættismannakerfi, fært okkur kannski nær Norðurlöndunum. Það að þessi nefnd sem að skilar frábæru verki að mínu mati, að hún kaupi sérfræði aðstóð fyrir 20 milljónir. Það finnst mér nú bara ansi vel sloppið. Og má nefna í leiðinni að menn gleyma því stundum þeir eru að skammast yfir því að embættiskerfið eða sérfræðingarnir, þeir kosti tiltekna peninga þeirra vinna, sem auðvitað rétt, að mistök í stjórnsýslunni. Það að segja það að við séum með vanhæfa embættismenn sem að geri mistök til dæmis í tæknilegum útfærslum lagafrumvarpa sem að hafa ekkert með stefnumótunin að gera, bara tækni. Að mistök þar geta og hafa kostað hundruðir milljóna í opinber útgjöld bara fyrir klúður og klaufaskap og ég held að húsnæðiskerfið á þessari öld sé ágætt dæmi það. Þannig að þér finnst Mogginn að ósekju varpa rýrð á störf Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, stjórnsýslufræðings aðalhöfundar skýrslunnar. Já, ef þú skilur það þannig þá þetta náttúrulega ekkert annað en bara persónunýð. Mjög ómerkileg gagnrýni, hún kollega minn. Sigurbjörg vandaður rannsóknarmaður, hún alls ekki ein sem skrifar þessa skýrslu en hún skrifar töluvert í henni og líka hluta af viðaukunum, það ýmsir fleiri sem skrifa viðaukana og þetta bara í það heila tekið afskaplega vönduð vinna og það hefur því miður verið þannig þegar að menn hafi verið að breyta sem sé stjórnsýslunni og tengslum ráðherra og embættismanna á Íslandi að það á því hefur oft verið mikil fljótaskrift og lélegur undirbúningur og það hefur ekki verið skrifað neitt ofboðslega mikið þessi samskipti stjórnmálamannana og æðstu embættismannana sem lykilatriði í nútíma lýðræðiskerfum. Fyrsta bókin held ég sem kom út þetta var eftir kollega minn Gunnar Helga Kristinsson
og heitir sem sé embættismenn og stjórnmálamenn, þar sem fjallað var nákvæmlega þetta viðfangsefni og ég var nú að fá í dag bara bók sem ég hafði nú með til að sýna þér, Björn minn. Danska bók, þetta er helsta sérfræðing Dana í þessum málum. Nú maður heppinn að vera að læsa á dönsku. Og hann er hérna hæstaréttardómari og fyrrum prófessor og þessi bók heitir og kallast á við Gunnar Helga, hún heitir Ministri og embættismenn eða ráðherrar og embættismenn og undirtitildin er plikter og ansvar. Það er að segja skyldur og ábyrgð. En reyndar gerðist það nú undantekningarnar frá þessum fljótaskriftum í rauninni vinna sem var runnin á eftir hrunið í tíð stjórnar Jóhannu Sigurðardóttur að þá var farið í vandaðar úttektir breytingar á stjórnsýslunni þar sem meðal annars var reynt að stækka ráðuneytin, gera þau öflugri, auka samvinnu milli ráðuneytana. Sú þróun hefur sumpart gengið tilbaka, sérstaklega með breytingurum sem voru gerðar 2021. En síðan kemur þessi skýrsla núna og kannski sennilega bara frá því að bók Gunnars Helga kom út merkilegasta framlagið sem ég hef séð íslenska kerfið, þann vanda sem við að glíma og í rauninni hvernig við getum svona fært okkur meira í áttina að norrænu kerfunum. En norrænu kerfin, þau eru reyndar ólík. Við björum okkur nú oft saman helst við Danmörku vegna þess að þar eins og hér svokölluð ráðherrastjórnsýsla. Það er að segja ráðherrarnir, einstakir ráðherrar eru mjög fyrirferðarmiklir hver á sínu sviði. Í Noregi og Svíþjóð aftur á móti þar miklu meiri áhersla á ríkisstjórnina sem heild. Staða forsætisráðurinn sterkari. Einstakir ráðherrar eru ekki að taka mjög mikið af ákvörðunum upp á sitt eindæmi. Og ekki staða aðstoðarmanna ráðherra sterkari í Noregi og Svíþjóð en í Danmörku? Já, það bara allt öðruvísi. Það í rauninni í Danmörku eru aðstoðarmenn svipaður og við höfum hér, en í Noregi og Danmörku eru aðstoðar ráðherrar sem að hafa ráðherratitil og hafa yfir æðstu embættismönnum að segja. Og síðan til dæmis í Svíþjóð eru þeir ekki bara með aðstoð ráðherra, svona 2 til 3 eða 4 í hverju ráðuneyti, heldur eru þeir líka með pólitíska aðstofamenn og þeir eru líka með pólitíska blaðafulltrúa. Þannig að ef menn fara í þetta norska eða sænska kerfi þá hefur það marga kosti, en það náttúrulega hræddur einhver myndi nú skrækja yfir kostnaðinum. Því að mér sýnist það nú fljótt á litið vera mun kostnaðarsamara dæmi. En kjarni málsins þessi og það les maður í bara með því að skoða þessi kerfi sem að lýst þessi norrænu kerfi og hinn að lykil hugsunin allstaðar ekki að annarkvort að stjórnmálamenn eigi að ráða öllu eða að embættismenn eigi að ráða öllu og hafa vit fyrir stjórnmálamennunum. Það hefur verið að leita að jafnvægi þar sem sterk pólitísk forysta mótar stefnuna. Og það algjörlega klárt að öflug pólitísk forysta á að móta stefnuna. Það lýðræðið. En öflug pólitísk forysta getur ekki framkvæmt sína stefnu án hjálpar ópólitískra embættismanna sem eru fyrst og fremst valdir á grundvelli hæfni og hjálpa stjórnmálamanninum til þess að færa hans eigin hugmyndir inn í til dæmis búning flókinna lagafrumvarpa og framkvæmdar á stefnunni. Þannig að embættismennirnir, hæfir embættismenn, eru algjört lykilatriði í framkvæmd lýðræðisins því að ef að stjórnmálamennirnir eru með lélega embættismenn sem kunna ekkert að útfæra stefnuna, þá endar það bara með gölluðum lögum og klúðri og menn ná engum árangri. Við skulum þá fara í svona, hvað maður að segja, einstök atriði. Nú ég með glærur Sigurbjargar fyrir fram á mig. Aðeins áður við byrjum þá ætla ég að segja að gagnrýnin á þessa skýrslu, hún hefur líka nokkuð komið fram í svona hægri podcastum á Íslandi
sem að augljóslega er bara illa við þetta embættismannakerfi og völd embættismanna og telja þau mikil og vilja að pólitíkin hafi meira að segja og finnst ekki trúverðugt að í embættismannaskýrslu. Þetta er nú eiginlega mjög athyglisvert vegna þess að það sem verið að gera í þessari skýrslu er bara nákvæmlega það sem meginstraumsumræða á öllum Norðurlöndunum. Og þar ríkir engin sérstakur ágreiningur milli hefðbundinna hægrimanna og hefðbundinna vinstrimanna það að það sé nauðsynlegt að vera með sterkt óháð embættismannakerfi sem að akkúrat hjálpar stjórnmálamönnunum til að koma sinni stefnu í framkvæmd. Hægrimennina og vinstrimennina greinir á það hversu mikið hlutverk ríkisvaldsins eigi að vera og hvað ríkið eigi að skipta sér af mörgu. En ég kannast ekki við nokkuð klassískan hægrimann í Skandinavíu sem að vill ráða pólitíska og óhæfa embættismennin í sitt kerfi. Hins vegar er þetta náttúrulega þetta er orðbragð sem maður heyrir hjá populistum, hjá Trump stjórninni, þar sem að þetta er í rauninni bara populismi, trumpismi, elítan er ómuleg og vilji fólksins þarf að ráða og það er verið að níðast á stjórnmálamönnunum og bara allur sá söngur. En í Skandinavíu, milli hefðbundina og vinstri og hægri flokka, þá er þetta ekki ágreiningsmál. Og þess vegna hef ég, út frá þessum almennu sjónarmiðum, þá er það einn punktur, konkrétt punktur í þessari skýrslu sem að ég tel skipta langmestu máli og það hefur með að gera ráðningu á æðstu embættismönnum. Vegna þess að það kemur fram í skýrslunni og kannski einhverjum líki ekki svo niðurstaða en hún er náttúrulega bara ótvíræð, bara vísindarleg staðreynd að ráðherrar á Íslandi þeir hafa meira geðþóttavald skipun æðstu embættismanna heldur en gerist hér í nágrannalöndunum og víðast annars staðar. Hér, svo við tökum þetta, hvernig þetta er núna hér, þá til að mynda ráðuneytisstjóri, þá er auglýst, ráðherra skipar hæfnisnefnd, hann einn skipar hæfnisnefndina og síðan ákveður hann hver er ráðinn. Og þarna þetta kerfi býður upp á að ráðherrann, ef hann vill, misbeiti valdi sínu í enganlegi þá flokkshagsmuna. Hvernig er þetta til dæmis í Danmörku? Þar eru það ráðuneytisstjórar úr fagráðuneytinu sem að vill ráða nýjan ráðuneytisstjóra, fjármálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu sem að taka við umsóknum og leita svolítið kannski að því hvort að það séu einhverjir sérstaklega hæfir menn lausir. Þetta, síðan gera þeir tillögur nokkra kandidata, þeir fara síðan fyrir ráðherranefnd, fagráðherrans, forsætisráðherrans og fjármálaráðherrans og þeir komast alltaf að sameiginlegri niðurstöðu. Auðvitað hefur fagráðherrann neitunarvald skipun ráðuneytisstjóra. Það dytti engum helvita manni í hug að fara að skipa ráðuneytisstjóra sem að ráðherrann telur að hann geti ekki unnið með. Ráðherrann verður að það er lykilatriði að ráðuneytisstjórinn og ráðherrann geti unnið vel saman og þar sé traust á milli. En það að fara með þetta inn í ríkisstjórnina, það er að segja að forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann komið þarna, eigi bara samtal við fagráðherrann, það svona, ef að þetta er allt saman almennilegt fólk og fagráðherrann er í einhverju freistingu að gera eitthvað af sér, að þá geta nú kannski kollegarnir tveir sagt við hann, heyrðu, er þetta nú alveg í lagi? Og tillögurnar hér er nú bara þær að það sé ekki fagráðherrann einn sem skipi hæfnisnefndina, heldur komið fleiri þar að og síðan skuli ræða veitingu embættisins annarkvort í ríkisstjórninni eða í ráðherranefnd. Það er að segja að ráðherrann þurfi að útskýra það með einhverjum hætti fyrir sínum kollegum að hann sé að gera rétt í sinni ráðningu. Og þetta finnst mér vera í anda þess sem stjórnsýslan einkennir alla stjórnsýslun á Norðurlöndunum er lykil hugsun í þessum farsælu norrænu stjórnkerfum og með þessu sýnist mér að við séum að
kannski að setja einn naglan enn í kistu pólitíska fyrirgreiðslukerfisins sem að áratugum saman réði öllu á Íslandi. Þar sem að stjórnmálamenn réðu því hverjir eru barnakennarar á Ísafirði, hverjir eru húsverðir í Leikfimihúsin í Hafnarfirði og þar fram eftir götunum. Þetta kerfi hefur skánað mjög mikið, við höfum mjög mikið lausir við þessa gömlu fyrirgreiðslu, en það eimir eftir af henni og geðþóttaskipanir, pólitískar geðþóttaskipanir einstakra ráðherra í æðstu embætti eru löngu úreltar og á Norðurlöndunum dytti engum mann í hug að framkvæma hluti með þeim hætti. Það eru sendiherrar sem eru ráðnir að geðþótta en þá. Já, það bara gildir af mjög víða aðra reglur og sendiherra heldur en venjulega embættismenn. Og það eru aðstofamenn ráðherra sem eru bara handvaldir án auglýsinga og engar sérstakar hæfniskröfur og mjög oft fólk sem mjög tengt ráðherranum í stað þess að stækka þá í starfi, þá tekin einhver sem líkur. En ég ætla að fara núna yfir í Þorvaldur, nokkra staðreyndir. Íslenskir ráðuneytisstjórar búa við minna starfsöryggi en ráðuneytisstjórar í samanburðarlöndunum, segir Sigurbjörg eða segir í þessari skýrslu. Þetta getur veikt stöðu þeirra sem stjórnenda gagnvart starfsfólki og ráðherra og dregur möguleikum þeirra til að beita sér þegar mikið liggur við. Er þetta vandi? Já, það maður má segja það ef það kemur upp svona óöryggi að þá er verið að tala um það að ráðuneytisstjórarnir út af sinni svona veikustöðu gagnvart svona framhaldinu og annað að þá kannski hallist þér of mikið að reyna að uppfylla kröfur eða hugmyndir ráðherrans án þess að fara í lagaskilduna. Standi ekki lappirnar sem embættismenn sem skildi út af þessu. Og ég, bara til þess aðeins að fara í söguna, að ég byrja sjálfur 1978 þegar ég er að byrja í viðskiptafræði, þá byrja ég á ríkisbókhaldi, inn í fjármálaráðuneytinu. Þá var Höskuldur Jónsson ráðuneytisstjóri. Já, sem var forstjóri á TVR. Já. Og á þeim tíma var mjög mikið talað við ráðuneytisstjórana þegar að var verið að spyrja hvernig á að framkvæma þetta eða hitt. Lagastoð fyrir þessu? Og það var mér að segja ráðherrarnir pössuðu sig mjög á því að þeir voru spurðir af fréttamönnum eins og Vilhjálmur menntamálaráðherra að þá var frægt að hann sagði við blaðamanni ég þarf nú að spyrja Thorlacius ráðuneytisstjórann að þess áður en ég svara þér hvort þetta er í lagi. Þá voru menn að passa sig að vera ekki með einhverju yfirlýsingar sem gengur umverulega ekki upp. Og það sem er auðvitað mjög mikilvægt og það sem kom nú og var á ráðstefnunni málþinginu skýrsluna og akkurat það sem Ólafur var að nefna að það er svo mikilvægt að það sé engin vafi á því að þessi æðstu yfirmenn sem eru að vinna með pólitíkinni að þeir séu mjög hæfir. Þeir kunni að lesa og tala við pólitíkina og að það sé engin vafi hjá þeim í pólitíkinni sem koma inn að þessi ráðuneytisstjóri mun vera hann nýtur traust. Þannig að það leið og það er ekki og ný ráðherra kemur inn og fer að kalla á allstíðins ráðgjafa út í bæ til þess að fá einhverja skoðanir og fer fram hjá kannski embættismannakerfinu að þá er farið að veikja það. En aftur á móti og ég var sem sagt svo var ég að vinna hjá Ríkisendurskoðun 2003 til 2006 og þá á stjórnsýslusviði og fór þá í meistaranám og að því ég er svona áhugamaður stjórnsýsluna þá skrifa ég það er svona svipað burðum og þessar skýrslur yfir 300 blaðsíðna meistararitgerð sem heitir Árangursrík stjórnsýsla og þar sem ég dreg fram ákveðnar hugmyndir
Og þar akkurat sama hugmyndin að í þessum toppstöðum sitji menn bara 2 tímabil eins og er þarna. Og þessi hugmynd sem að koma fram að það sé miðlag svona mannuð skrifstofa líka sem svona það sé ekki verið að skipa þessar nefndir bara í hvert sinn heldur að þetta sé svona myndist þekking og þetta verði miklu stabil og það mjög gott. Miðlægt stofnanaminni. Já, og það verði miðlæg eiginlega, það að segja að búa til fast ákveðnar reglur, til dæmis mannaráðningar og ferlin, þannig að það sé skilur einhver festa og samræmi í því. Já, og það mjög mikilvægt og það líka þannig í þessum löndum sem við höfum verið að bera okkur saman, að þegar menn fara í þessi embætti, sem eru mjög krefjandi eins og ráðuneytisstjóri að þá vita þeir af því að þeir komast tilbaka í sitt gamla embætti eða fara inn á þessa skrifstofu eða fara í annar ráðuneyti þannig að ef menn sýna að þeir eru verulega hæfir og hafa náð árangri að þá svo mikið not fyrir þá í þessu umhverfi til að tryggja þessa festu og það rétt bara að nefna það að það að sko ég held að það einhvers staðar nálgast 2000 milljarða sem ríkið að eyða. Og hvað skiptir miklu máli að í þessu umhverfi sé mjög hæft fólk sem reynir að fremsta megni að vera þjónar skattgreiðenda og almennings til þess að fara sem allra best með peningana. Og það verður ekki gert og ég tók á því í minni ritgerð að þegar ný ráðherra að koma inn þá ætti sem sagt á 4 ára fresti að minnst að fara yfir alla málaflokka sem eru undir hverju ráðuneyti þannig að ráðherran fengi að vita frá sínum embættismönnum að svona stendur þessi málaflokkur. Hvað getur hann þá gert, nýr ráðherra? Þá getur hann strax tala við embættismennin og sagt í mínum stefnumálum og þá vil ég að við leggjum aðeins meiri áherslu á þetta og minnkum hérna í þessu þannig að embættismennir viti og geti unnið með ráðherranum að því að hrinda stefnunni í framkvæmd. Það sem vantar svo mikið í stjórnsýsluna hjá okkur og veikir hana að það svona að menn eiginlega opna á svona mig langar að gera eitthvað en menn sko festa það ekki niður og forgangsraða verkefnum og slíkt og þegar maður fer að tala um árangurstjórnun sem algjört lykilatriði og í 1996 var byrjað inn í stjórnarráðinu á árangurstjórnunar þannig að það átti að implementera árangurstjórnun. Út af hvað gengur árangurstjórnun? Hún gengur út af það að stofnunin sjálf, hún drægi fram sín verkefni og leggi þau fyrir ráðuneytið og það sé ráðuneytið og þeir tali saman og það sé algjörlegur konsensus á milli ráðuneytis og stofnunar lykilverkefnin. Við viljum og við ætlum að styðja, segir ráðuneytið, að þetta séu forgangsverkefni og þarna getur ráðina þá alltaf komið inn í. En það sem náðist ekki og það var skrifað skýrsla af Ríkisendurskoðun 2004 sem heitir náðist árangur að þetta var ekki gert með nógu markvissum hætti þannig að það var ekki komin á þessum árangursviðmiðunum og þegar ég geri mínar skýrslu og að spyrja verið að vinna réttu verkefnin hagkvæmt og skilvirkt þá enda ég að segja að ég get ekki svarað þeirri spurningu af því að það ekki verið að tekka á því hvernig farið nákvæmlega með þið opinbera fé. En hefur þetta ekki breyst til eins betra hyggjurðu á þessum tíma sem liðin Já, hvað sérðu árangursmælingar? Ég vildi og kom með tillögu 2011 að með hverri einustu stofnun
Að því að í ritgerðinni minni þá er eitt lykilatriði sem ég dreg fram, það er opinberar upplýsingar, þannig almenningur geti séð að fara 500 milljónir í þessa stofnun, hvernig þeim varið. Og ég var búinn að teikna upp og sagði með ríkisreikningi ætti að koma svona yfirlit sem segir bæði hvernig starfsmannunum líður og hvernig þjónustu eða viðskiptavinunum líður. Er stofnunin að veita akkurat réttu þjónustuna? Þegar þetta ekki gert, eins og ekki gert í dag, með nægilega markvissum hætti, þá ekki verið með bestum hægt að veita fjárveitingarnar. Hvernig á Alþingi að vita það, á ég að setja 500 milljónir í þessa stofnun, þegar það ekkert mat á því hvernig hún að standa sig eða hvað verkefni nákvæmlega hún að vinna og hefur unni vel eða illa að. Og hvernig á að meta hæfni forstöðumannan ef það ekki gert eitthvað slíkt. Ég ætla aðeins að víkja núna að aðstoðar fólki ráðherra, eins og við nefndum innbröðum aðeins á aðan, að það komi engar hugmyndir fram í skýrslunni að fækka þeim stöðum. Þeim hefur nú verið að fjölga reyndar upp á síðkastið. Ekki frekar stutt síðan að hver ráðherra var bara með einn aðstoðarmann. Núna eru þeir ekki upp í 3 í einhverjum tilvikum eða hvað? Já, ég má aðeins koma inn í þetta með aðstoðarmennina. En aðeins áður hún gerir það, að það líka það líka mikið fjallað það að þetta aðstoðarfólk eins og við nefndum á, það ekki með formleg völd innan ráðuneytisins og getur ekki gefið starfsfólki nein fyrirmæli. Og við vorum aðeins að ræða munin á Danmörku, Íslandi og svo Noregi og Svíþjóð áðan. Í ljósi þess að þetta oft framlenging á ráðherrunum sjálfum, þetta aðstoðarfólk. Þá spennandi að velta fyrir sér, skýrslan segir svo sem ekkert það, en finnst ykkur persónulega spennandi að velta fyrir ykkur einhvers konar uppbroti þarna? Já, það þarf, málið nefnilega þetta með aðstoðarmennina, að það eiginlega svolítið kunst vegna þess í öllu þessu viljum við sjá að stjórnsýslan sé að vinna skilvirkt og fara vel með peningana. Aðstoðarmennir, hvert hlutverk þeirra? Það svolítið að fylgja eftir því sem ráðherrann að leggja upp, styðja við ráðherrann. Það þarf að tryggja það að ráðuneytisstjórinn úthluti þá ákveðnum embættismönnum til þess að vinna með aðstoðarmannum. Hann hefur ekki umboðsvald, en hann að ýta við og kannski að fá ákveðna vinnu sem ráðuneytisstjórinn þarf síðan að vera ábyrgur fyrir og þess að svo mikilvægt að ráðuneytisstjórinn og ráðherrann séu, í mjög þétt og góðu samtali. Þannig að nýta vegna þess að það sem hefur gerst og alveg þekkt og hægt að taka dæmi að ráðherra hefur verið að koma inn með sitt fólk, draga fram allsins hluti, en síðan vill hann fara með af stað að innleiða. Þá allt í einu bara að segja embættismenninu þetta passar ekkert og þetta svona og þeir eru orðnir kannski fúll á móti eða eitthvað Þannig að þá gengur ekki innleiðingi neitt. Þannig að þetta og þarf líka að árétta betur hvernig þessir og hvert umboð þessara aðstoðarmanna þannig að það sé ekki óöryggi á milli af því að leið og allt sem maður segir leið og það óöryggi í þetta mitt hlutverk eða ábyrgð og svo framvegis að þá verkefnin ekki að vinnast skilvirkt og vel. Nei. Ólafur, værið þú hrifinn af aðstoðarráðherrum í þessu landi? Ég vil nú kannski segja fyrst að menn segja nú stundum og það kannski ástæða til að glifa á því þegar maður horfir á dapurlega íslenska umræðu aukaatriði að einhvern tíma var sagt upphefð mín kemur að utan. Og ég held að það sé mjög gagnlegt að horfa á nágrannalöndin. Við héldum, eða forsætisráðuneytið hélt núna ráðstefnu í framhaldi af birtingu þessara skýrslu, þar sem ég var fundarstjóri og þar töluðu 3 sérfræðingar, erlendir sérfræðingar.
Það var maður frá OECD sem vinnur með ráðningamál og skipulagst skilvirkrar stjórnsýslu, það er Kanadamaður sem hjá OECD. Síðan var ung kona sem vinnur fyrir innanríkisráðuneytið í Hollandi og vinnur einmitt hjá stofnun sem við vorum að nefna áðan sem hefur svona með það að gera hvernig þú samræmir ferla og skipulag varðandi ráðningar. Og síðast en ekki síst var hér Dani Bú Smith sem nú enn eldri en ég, fæddur 1947. Hann var í opinberri þjónustu í Danmörku í hálfa öld. Hann hefur verið ráðuneytisstjóri í fleiri en einum ráðuneytum, gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum. Hann var formaður nefndar sem skilaði áliti 2015 sem var að fjalla nákvæmlega sama efni og þessi skýrsla hér. Nýnæmi þessara skýrslu hér nú ekki meir en svo þó að þetta sé nýtt á Íslandi. Að ef við horfum á nágrannalöndin Noreg, Danmörk og Svíþjóð síðustu 30-40 árin þá hafa margar svona skýrslur verið gerðar. Og það það er auðvitað vegna þess að hlutir breytast og þetta eru gríðarlega þýðingamikil viðfangsefni. Bú Smith sagði mér og kom fram þarna á fundinum að hann hefur verið sem sé unnið sennilega sem ráðuneytisstjóri, allavega sem topp embættismaður með einhverjum 8 ráðherrum úr ólíkum flokkum og þeim hefur öllum lynt mjög vel. En það sem að mér fannst þess vegar merkilegt varðandi það sem hefur verið að gerast í Danmörku þetta. Í Noregi og Svíþjóð þá erum við styrkjum við pólitíska valdið sem allir eru sammála að eigi að ráða. Styrkjum við það með þessu kerfi aðstoðarráðherra sem þú ert að nefna. Og ég hef ekki myndað mér sérstaklega skoðun á því hvort að það gæti verið heppilegt hér, en auðvitað það hlutur sem er sem sé full ástæða til að hugleiða. En við erum hins vegar í danska módelinu, eða það sem kallað hefur verið vestnorræna líkanið, þar með þessu mikla ráðherraræði og veikum ríkisstjórnum sem heild sem hefur ýmsa galla. Og Danirnir eru með svona aðstoðamannakerfi eins og við og nema ég held að það séu nú einhverjar hæfniskröfur reyndar embættismennina, ég þori ekki alveg að fara með það. En það er náttúrulega augljóslega veikari stuðningu við ráðherran heldur en aðstoðarráðherrakerfið í Noregi og Svíþjóð. Í Danmörku, Danirnir búa við sama vanda og það sem kom fram hjá honum Bú Smith að sú þróun hefur orðið á ráðuneytisstjórunum síðustu kannski 20-30 árin að þeir eru ekki lengur bara hlutlausir embættismenn sem eru bara í því að slá á puttana á ráðherrunum eða ef að hann ætlar að gera einhverja vitleysu, til dæmis fremja lögbrot. Á síðustu 35 árum hafa nú 2 danskir ráðherrar farið fyrir landsdóm í Danmörku og verið dæmdir. Núna síðast Inger Støjberg sem gengur hins vegar vel í pólitík með Danmörku demokratana. En það sem þeir hafa gert á móti sem í Danmörku að ráðuneytisstjórinn hann fer líka að veita það sem þeir kalla taktíska pólitíska ráðgjöf. Það að segja, hann segir, ok, hér þú þessi ráðherra, þú ert með þessa stefnu og ég hjálpaði bæði við lagasmíðina og svo að því að ég kann á kerfið í þessu flókna samstefnustjórnarkerfi og samspili milli embættismanna og stjórnmálamanna, þá hjálpa ég þér líka með því að benda þér á þær leiðir sem eru árangusríkastar til þess að þú getur náð þessu í gegn. Þannig að þar í rauninni hinn ópólitíski ráðuneytisstjóri komin í svolítið leiðsagnar hlutverk og þá náttúrulega lykilatriðið að hann sinni ráðherrum úr öllum flokkum jafnt og það virðist ekki hafa verið sérstakt vandamál hjá Dönunum. En þetta auðvitað, þessar stóru spurningar auðvitað ástæða til
velta fyrir sér. Nefndin hefur hins vegar kosið að leggja til að við höldum okkur innan okkar hefðar. Það verið náttúrulega líka mjög gaman að velta því fyrir sér hvort við ættum að afnema ráðherrastjórnsýsluna sem í Danmörku og hefur marga mikla galla þar sem einstakir ráðherrar ráða allt og miklu og ríkisstjórnin í heild ekki nægilega ábyrg og forsætisráðherrann ræður allt og litlu. Hér gengur öll pólitík bara meir og minna út á það hver verður ráðherra og að verða ráðherra. Það verður bara að segjast eins og er. Það bara rosalega mikið sótt það og ég sótti í það og svo þegar ríkisstjórnin eru myndaðar þá bara það þvílíka persónupólitíkin sem stóra máli það nú við sem við höfum nú kynnt okkur eða annars staðar að það nú mjög víða svona Björn hér fámennar en stóra máli í þessu svolítið það að akkurat eins og Ólafur rakti áðan sem að vera að leggja upp með ráðningar og annað bara að með því að það sé verið að vinna svolítið þvert á ráðuneytin þá minnka líkurnar á því að einstakar ráðuneyti fari villur vega, getum við sagt og einstakar ráðherra svona hlaup út undan sér og vegna þess að það svo dýrt ákveðat eins og Ólafur nefndi líka áðan þegar lög og það ekki búið að hugsa hlutina og það of mikið það til dæmis á okkur að það eiginlega sett fram eitthvað sem menn vita alveg frá fyrsta degi að kostar allt og mikið, við erum ekki með fjármagn í það og það ekki búið að móta hvernig og innleiða það. Hvað ráðuneytisstjóri að gera þegar hann heyrir eigin ráðherra gaspra með eitthvað í pontu einhver staðar sem hann veit að kostar milljarða úr ranni ríkisins. Hann ber skylda til þess að hann hefur upplýsingarskyldu gagnvart ráðherranum þannig að honum ber ef hann telur að það sé til dæmis verið að misfara með fé eða að það sé verið að færa hluti tæknilega vitlaust út að þá ber honum að skýra ráðherran og því upplýsa ráðherran ef ráðherran heldur við fast við sitt og þá það þannig og sérstaklega kannski megin skylda ráðuneytisstjórans að vara ráðherran við ef að ráðherran hyggst brjóta lög og það gerist og eins og ég nefndi eru tvisvar sinnum hafa ráðherrar verið dæmdir í Danmörku en af því ég var nú að tala hvað mér fyndist þessi umræða hér dapurleg það að segja að hún legðist strax í aukaatriði og skæklatóg og skítkast í einstaka menn í staðinn fyrir að ræða efnislega mál. Samanber fréttmokans í dag. Já, það þín orð. Nei, það þín orð. Það mín orð. Já, þá það mín orð. Og þá vildi ég nefna að í þessari frábæru skýrslu í viðaukanum að þar eru viðtöl sem hún Sigurbjörg átti við einhverja nýju fyrrverandi ráðherra frá 1990 bara fram til vora daga úr ýmsum flokkum og eitthvað álíka marga ráðuneytisstjóra og þar verið að spurja þessa menn eða þetta fólk sem að þekkir til og hefur verið í þessum hlutverkum sambandi milli ráðherrans og embættismannsins og þeir eru ekki sammála allt skárra væri það nú og hafa svona aðeins mismunandi sögu að segja bæði af ráðherrum eða ráðuneytisstjórum en það sem einkennir þessi viðtöl öll að þau eru öllum aðalatriði. Það eru engar upprópanir, það eru engir skrækir, það engin að segja embættismennirnir ráða öllu við pólitík og þannig ráðum engu. Þannig að svona í dapurleikanum yfir blaðaumræðunni þá getur maður bara sögt sér niður í skýrsluna og séð hvað þessir vísu ráðherrar og vitru ráðuneytisstjórar hafa málið að segja. Og það ekki nóg sagt að þegar stjórnsýslan og þess vegna svo mikilvægt að hugsa stjórnsýsluna í heild sinni hvernig að það sé spennandi þegar ég var að byrja í stjórnsýslunni
Þú ert einhverja harmsögu inn í stjórnsýslunni, er það ekki? Jú, Viltu ræða hana eitthvað? Já. Tengist hún þessu sem við erum að tala? Vissan hátt sko stöðuveitingar, því að þegar það gerðist þegar ég var nú ungur maður sko, rétt 30 og var búinn að fara til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og skrifaði mína lokaritgerð í sko 1982 þegar ég var viðskiptafræðingur reglur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og uppgjör alls ríkisins. Og síðan fór ég í það að fara að móta og búa til kerfi fyrir bókhaldið og svo hætti ríkisbókarinn og ég sæki og sá sem var nú skrifstofustjóri og í goggunaröðinni hefði verið svo næstur í embættið að hann vildi ekki sækja og hann studdi mig sko. En svo og Albert Guðmundsson var þar ráðherra og þá komið mér þetta upp og þá á þeim tíma var nú ekki einu sinni kallað í okkur í viðtal sko, sem sóttum nema allt í einu fréttu við allt í einu fréttu við það bara að búið ráða mann sem ekki var innan ríkisins hafði starfað fyrir borgina og þetta ekki til bókhaldsríkisins og ég fer nú að fund Alberts af því að það var nú sagt að það væri ekki gott fyrir ríkisbókhaldið að missa mig út og hann segir við mig að hann var mjög heiðarlegur og horfði á mig og segir Þorvaldur minn, já, þann Geir Hallgrímsson hringdi nú í mig og var nú að skamma mig svolítið fyrir að hafa verið svona vondur af því ég var nú í borginni og hafði nú verið að eiginlega rak þennan mann þar og bað mig að ráða hann inn og ég sagði já en ég skal nú ég vil að þú verið áfram og þú farið launahækkun eða eitthvað hvað það nú var sko en það sem þetta gerði var það að og sem má segja sko hvað þetta kostar að fara í svona vitleysu að við komum á bókhaldskerfi ríkisins sem við hönnuðum sem hét Bár og var mjög stabilt og við lögðum okkur mjög fram að það væri gott og það var og forstöðum við gátu ítt á einn takka og sé hvernig fjárhagsstaðan var það verður trúnaðarbrestur raunverulega á milli ráðuneytisins og stofnunarinnar af því að það kom svo í ljós að raunverulega þegar á reyndi treysti ráðuneytið ekki alveg forstjóranum sem gerir stundum í svona pólitískum ráðningum og fer að taka til sín alls síns verkefni sem ríkisbókhaldið átti raunverulega að sinna og ég segi við þá, heyrðu þið verðið þá að ráða einn ríkisbókara sem þið treystið og veita þessu manni þá sko einhverja sérlausn annars hætti ég og það var það sem ég gerði ég sagði upp minni æviráðningu og hætti þarna 1991 en það liði ekki nema 2 ár þar til hann var látin víkja og fór í sérverkefni og kom inn annar ríkisbókari en þá var líka farið í að útboða bókhaldskerfi ríkisins sem hefur kostað ríkið marga milljarða mjög slæmt kerfi Já, ég meina sko og þannig að það má alveg leiða líkur á því ef það hefur verið staðið rétt á þessari ráðningu minni að þá hefði ríkið verið miklu farsælla í sínu bókhaldi og kostað miklu minna og þetta þetta dæmi það hvað dýrt að missa fólk út og annað dæmi að ég var búinn að starfa sem þróunarstjóri af því að mitt ævistarf var að hanna bókhaldskerfi og upplýsingakerfi fyrir ríkið og ég á Sjúkratryggingum Íslands það flóknasta tölvuumhverfi sem hægt að hafa vegna þess að þú ert með allsins réttindakerfi frá því að fara í apótekið og fá afgreiðslu og vita hvað þú átt að borga og þetta gerist allt í rauntíma eða þú fer til sérfræðings eða tannlæknis og svo framvegis þetta allt sérkerfi en þau þurfa að leiða upplýsingarnar inn í bókhaldskerfi og greiðslukerfi og þetta kerfi sem ég hannaði og kom á það og ennþá í notkun að með 9 milljónir hreyfinga á ári
Og ég var hægri hönd Steingríms Ara sem mjög virtur og mjög heill embættismaður. Svandís Svavarsdóttir, þetta var dæmi þessa reglu með 5 ára regluna. Hann vildi ekki ráða hann áfram. Og það var þannig að hann fekk tilfærslu, eins og hann átti rétt á, Steingrímur. En þegar nýr forstjóri kemur inn, að þá hafði ég verið hægri hönd Steingríms. Og það myndaðist einhverja hluta vegna og ég hafði líka sótt og það var líka akkurat það sem kom fram að yrði nafnleynd og ég tek alveg undir það. Og það getur alveg verið eðlilegt að nýr forstjóri hafi haldið að ég myndi eitthvað verða leiðilegur og færði mig til og svo framvegis og svo endaði hann með því sem líka annað sem þarf að hafa í huga að hún fór í breyting á skipuriti, færði til eins og ég hafði lagt til að all upplýsingamál, af því að þetta svo stórt og flókið umhverfi og þarna eru milljarðar að fara í gegn, að það væri sérstakt svið upplýsingatækni. Öll mín verkefni voru flutt þangað en mér var sagt upp. Og ég átti ekki að fá að því að hún ætlaði að ráða annan til þess að taka mín verkefni. Í almennu stjórnsýslu talað 2 atriði sem ef þú ert brýtur að þeir í starfi eða verkefnin ekki lengur til staðar, þá má segja þær upp. Það voru öll verkefnin til staðar, en með þessari skipulagsbreytingu var 14 deildarstjórum sagt upp. Starfsmenni voru ekki nema 120 og þannig að þetta var yfir 10% af starfsmennum sjúkratrygginga 2020 var þetta að gerast. Valdníðsla. Algjör. Og BHM bendir ráðherranum á að þarna væri ekki rétt og fór í mál út af þessu. Ég fór síðan í persónulegt mál út af mér til þess að láta reyna á þetta hvort að þetta væri í lagi, að því öll mín verkefni og þau fluttust öll á eitt stað. Ég tapaði málinu og tapaði nokkru milljónum sjálfur persónlega á því. BHM hefur ekki í dag tilkynnt þetta. Þessi framkvæmd, til dæmis í máli Helga, var að ríkissáttasemjara. Þá hefur þá hefur verið í lógalagi að breyta bara skipuritinu og segja við þurfum engan vara og rekan eins og það var gert til mig og þetta fólk vegna þess að það komið dómur að ríki megi gera þetta, fari í skipulagsbreytingu, öll verkefni til staðar en reka mannskapinn og í þessu tilfelli var endurránir á þessum 14 voru eitthvað cirka 7 endurránir og ég var bent á að ég skildi nú sækja að ég þekkti nú allt til og það var eftirlits, deildarstjóri eftirlits og ég hafði bent á mjög margar hluti í eftirlitinu sem var hægt að bæta en það var svo mikil óvildin í minn garð að forstjórinn hann taldi það væri betra að ráða fyrrverandi þjóðleikhússtjóra í starfið. Já. Og þannig að þetta verður nú endalok mín í stjórnsýslan og þessi íferð, það verður ekki verið negin framþróun í nýjum kerfum hjá sjúkratryggingum síðan 2020. Stofnunin og við, almenningur í landinu, er búin að tapa 100 milljóna á þessari framkvæmd. Já, þetta leitt að heyra. En ertu sammála Ólafi bara, við þurfum bara á síðustu 2 mínútunum. Ólafur, þú ert búin að marglofa þessa skýrslu, þeir eru mjög þarft framtak. Já, eins og útlendingarnir sem komu hérna, þeir lofuðu líka þessa skýrslu. Já, og hérna svo gagnrýni sem hefur komið fram á hana, þér finnst hún ekki snerta aðalatriðin og missa marks og... Já, eina gagnrýni sem ég hef séð sem að þeir efnislega og nær einhverju máli er grein sem að Þórdís Kolbrún Gylfadóttir skrifaði. En sko... Ég hef nú ekki verið á mínum ferli mikið að taka afstöðu í einstökum dægurmálum eða með málefnum tiltekinna flokka. En ég hef hins vegar áhuga á
stjórnkerfinu í heild og leyfi mér að tala mjög skýrlega það sem ég tel vera mjög mikla skafanga á okkar kerfi sem í það heila tekið eitt af betri kerfum í heimi. En við gætum verið nær Norðurlöndunum. Nú á síðasta sumri þá held ég að það hafi að minnsta kosti getum að gera sér vonir að ein mesta meinsemd íslenska stjórnmála í áratugi, málþófshefðin á Alþingi, henni hafi bara verið slátrað. Og sko þar með málþóf þessu tagi þekkist hvergi. Náttúrulega alls ekki á Norðurlöndunum. Andlýðræðislegt. Það andlýðræðislegt, það heimskulegt, það sóun á tíma, það spillir framgangi góðra mála, það eru engin rök sem halda neinu vatni með málþófshefð þar sem menn að tala í 160 klukkutíma. Þeir eru fundist þetta alltaf að sigla í betri átt. Það er að sigla í betri átt og nú held ég að sé lag fyrir núverandi ríkisstjórn, vonandi í sátt við núverandi stjórnarandstöðu því að þetta eru engin hægri vinstri mál. Þetta eru bara umbótamál í sjálfu stjórnkerfinu að nú verði stigið það skref að reyna að drepa síðustu leifarnar af pólitískri fyrirgreiðslu í formi geðþótta embætta veitinga ráðherrana. Og ég vildi kannski þá ljúka þessu fyrst við erum búinir á tímanum. Sko, menn nöldra hér endalaust og væla hvað embættismennirnir ráði miklu og það sé alveg hræðilegt. Og það er svona það hefur ákveðið fylgi í ákveðnum hópum og populistar allra landa þeir klifa á þessu. Hins vegar held ég, og það er svolítið erfitt að við erum alltaf að útskýra akkur þetta sé nú eiginlega lykilatriði í lýðræðislegum stjórnarháttum ef þeir ekki að ganga, þá verður að vera með hæga og marga og góða embættismenn. En það er eitt sem ég bara bendi mann þá á að skoða. Hvað gerist ef þú ert ekki með almennilegt embættiskerfi? Hvað gerist ef þú rústar embættiskerfið? Við höfum því miður þannig tilraun í gangi í Bandaríkjunum núna, þar sem að Trump til dæmis taldi að það væri árangursríkast til þess að skera niður starfsmannafjölda ríkisins að ráða Elon Musk. Og hann kemur bara og lætur eins og hálfviti og það stenst ekkert og efast ekkert góðan vilja Elon Musk í þessu efni en hann var bara gjörsamlega vanhæfur til þess að sinna einhverjum stjórnsýslu umbótum í bandaríska kerfinu. Já, og það er akkurat ef ég tek bara aðeins boltan hérna að það sem maður vill sjá er mjög sterkt og gott embættismannakerfi sem styður auðvitað pólitíkina, eins og Ólafur nefndi að pólitíkin auðvitað er með stefnumörkun og það er skylda á þessara embættismanna að vera ekki þannig pólitískir að þeir bregða eitthvað fæti fyrir, heldur eiga alltaf að styðja við. En það þarf líka þroska og þú þarft að það þarf að vera spennandi fyrir hæfileikaríkt fólk að fara inn í þetta kerfi, þroskast og mentast, alveg eins og Daniel kom inn á, hann var í 50 ár. Þú þarft að læra á pólitíska hugsunum, það er svo mjög, og þetta er allt annað starf nefnilega, og það hefur farið mjög í töðunar á mér, að menn tali bara að það með reka og ráða þessar menn í stjórnsýslunni. Þess að þú ferð inn og þú ert að læra, þú verð sérfræðingur í ákveðnum reglum, fyrir ríkið. Þetta er allt annað heldur en almenna markaður og þú átt líka að eiginlega afsala þér ef þú ferði í þessa herristöður, það afsala þér í pólitískum afskiptum. Kjarni málsins, Björn, embættismenn og stjórnmálamenn eru ekki andstæðingar. Þeir eru samherjar. Og ég ætla að koma með eitt kjarnamálsins hérna á móti áður en ég kveð ykkur og þakka ykkur fyrir komuna. Ég held að einn hluti gagnrýni á yfirstéttina í embættismannakerfinu sé kjaraskriðið. Ég held að menn séu svolítið svona að sparka í þennan hóp sem er farin að njóta verulegra kjarabótar umfram hinn almenna mann. Það var náttúrulega, það var minna bil hérna áður
Og ég held að það sé eitt af því sem liggur á baki gagnrýni og svona pungsparka í þennan heim. En nú verðum við að hætta vegna þess að ég heyri að það komið ný áhöfn sem að býður eftir í að fá hérna stúdíu. Taka þetta bjall betur. Já, það aldrei að vita nefnum eftir að hittast aftur. En bara ég segi bara kæra þakkir fyrir komuna. Að fyrir þjóðina að þá skal fólk akkurat eins og þetta ræðum þetta að sterk og góð pólitík og sterk og góð stjórnsýsla grunnurinn af farsælu samfélagi. Já, einmitt, við höfum þar loka orðin og kæra þakkir Ólafur og Þorvaldur. Við höldum áfram hér eftir andartak, kæru hlustendur, ekki fara langt. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá ætlum við að halda áfram nánast bara daglegu spjalli okkar síðustu daga, ef marka má þá, nýútkomnar bækur. Það stendur yfir jólabókaflóðið, það Hafið. Bókatíðindi kom út í gær og ein af þeim bókum sem hefur vakið athygli mína þessi bók hér. Hún heitir Utan veltu maður og eftir Valdimar Gunnarsson, íslenskukennara, minn gamla ekki samstarfsmann heldur félaga í menntaskólanum á Akureyri. Hann var þar þegar ég var þar við nám og hann fjallar sögu Frímanns B. Arngrímssonar í þessari bók og Valdimar hingað kominn að rauðaborðinu til þess að tala þessa bók við mig. Vertu velkominn, Valdimar. Þakka þér fyrir. Ég myndist á að við værum kunnugir langt aftur. Jú. Ég var náttúrulega prúður og stiltur og það fór lítið fyrir mér. Ekki man ég betur. Þú manst ekki betur og þú varst prúður og stiltur kennari. Lést lítið fyrir þig að fara. Ég ætla að vona það. Eða hvað? Eða eitthvað. En eitthvað hefur orðið til þess nú má ég segja þú sért á gamalsaldri? Þú ræður því. Já. Ég ekki orðin áttræður. Nei. En sem sagt, eitthvað hefur leitt til þess núna löngu eftir að þú hættir að kenna fyrir norðan að þú fannst þig knúin til þess að skrifa þessa sögu og ég byrja á því að spyrja þig hvað það var sem að kynnti undir. Já. Ég veit ekki, það ekki öll svona að festa hendur á þessu kannski en það dálítið síðan ég hætti að kenna og eitthvað þarf maður nú að gera. Já. Og ég hef verið í svona ýmsu grúski, mestanpart kannski neftóbaksfræðum sem svo eru kölluð. Hvað eru neftóbaksfræði? Það eru til dæmis ættfræði sem ég nú að vinna fyrir bandarískt apparat sem að vestur Íslendinga mikið til. En svo fell svona ýmislegt til og ég, af sérstök ástæðinu var ég fyrir 3 árum eða svo, á svona upp úr þegar COVID fór að sljákka, þá var ég að fletta 100 ára gömlum Akureyrarblöðum. Ég leita fréttum úr minni sveit. Eyjafjarðarsveit. Eyjafjarðarsveit sem nú er. Þá rækst ég á auglýsingar og svona pistla í þessum blöðum af og til eftir Frímann B. Arngrímsson. Hann auglýsti kennslu í boði, tungumálum, ensku, þýsku, frönsku, kannski latínu og svo í stærðfræði. En það var mjög vandur að nemendum. Þeir þurftu að vera bindindismenn á vín og tóbak og
og dansskemmtanir og fleira þess áttar. Já. Mér fannst þetta dálítið sérkennilegt og fór svona að grúska aðeins meira. Ég hafði nú séð þetta nafn af og til, hér og þar. Og ég fór aðeins að leita meira og fann fljótlega að þessi maður hafði átt mjög skrautlegan feril. Þó ekki væri nema það að hann hafði sko búið á Íslandi, í Kanada, Bandaríkjunum, Skotlandi, Englandi, Frakklandi. Fæddur hvenær? Fæddur 1855, 17. október. Svona venjulegt, bara lausalegt barn úr Hörgárdal og ekkert sérstakt með það í sjálfu sér. En framtíðin var nú ekkert sérstök. Hann reyndar virðist hafa svona komið vel fyrir sem barn og unglingur því að hann var sendur einn vetur í nám til Sigri Jóns Bjarnasonar á Rýp í Hegranesi. Þetta var nú oft undirbúningur undir lærðaskólan, en það þarf nú einhverja peninga og það var ekki til. En hann tekur sig upp tæplega 19 ára gamall og fer til Ameríku 1874. Án stuðnings, fjárhagsstuðnings annarra? Einhvers staðar hefur hann, þetta kostaði 56 kistali ef ég mann rétt. Og einhvers staðar hefur hann krakkað það saman, hann var búinn að vera að vinna með hjá föður sínum. Hann ólst fyrst upp í Fljótum fyrstu árin hjá einhverju vandalísu fólki og móður hans var úr Fljótunum. Svo var hann komin í Hörgárdalinn og til föður síns sem hafði stofnað heimili. Og einhvern veginn hefur hann krablað saman það sem til þurfti og fer ásamt 360 og eitthvað öðrum Íslendingum þarna. Og sá hópur átti nú eftir að lenda í sko skelfilegum hremmingum. Fyrsta árið voru við Sult og Seyru upp í Kinnmand og hrökkluðu svo ári síðar vestur til Gimli og voru landnemar þar. Er þetta á hápunkti vesturferða? Nei, þetta er svona í upphafi. Í upphafi. Já. Það er byrjuð 1870, það fór tölurur hópur 73 og svo stór hópur þarna 74. En Frímann Bjarnason, eins og hann hétt á Íslandi, faðir hans var Bjarni Arngrímsson, hann staðnæmist í Toronto og fer ekki með þessum hópi neitt lengra. Vinnur þarna fyrsta árið og svo settist hann á skólabekk. Fyrst í barnaskóla eða public school, svo í gagnfræðaskóla og svo í college. Sest hann fullorðinn maður í barnaskóla? Fullorðinn maður, já, kom tvítugt. Já. En einhverstaðar var það að byrja og hann byrjar á grunninum og í college þá fær hann kennararéttindi. Eftir að hafa kennt með náminu, þá er hann orðinn fullgildur barnaskólakennari. En svo heldur hann áfram og fer í háskóla í Toronto og lærir þar náttúruvísindi sem að innibar nú sko jarðfræði, líffræði, eðlisfræði, jarðfræði, grasafræði og kannski fleira. Og svo var hin aðalgreinina svo stærðfræði. Og í þessu líkur hann BA-prófi, reyndar frá Manitoba-háskóla, fyrstur vestur Íslendinga. Nú, það er ekkert annað. Þannig að hann er nú, stendur nú svona, já, eiginlega fremstur í þessum fræðum meðal vestur Íslendinga. Þá var hann kominn, sem sé þarna síðast, þá var hann kominn til Winnipeg og farin að skrifa í blað sem þar kom út, það hét Leifur. Það hefði tekið við að Framfara sem var nú frægasta blaði. En þar er hann að skrifa alls konar framfaramál, nauðsyn fyrir sérstaklega vestur Íslendinga en hafði nú líka skoðanir á stjórnarháttum öðru á heima á gamla Íslandi. Og þetta eru stórar hugmyndir, skólastofnun, allsherjarfélag Íslendinga í Vesturheimi og svo framvegis. Og þarna er hann kominn inn á svið sem aðrir ætluðu að vera á ráða og vera leiðtogar. Þannig að hún var nú ekki mjög vel tekið. Nei. Svo fór nú blaðið Leifur á hausinn og þá var hvergi hægt að láta rödd sína heyrast. Þannig að hann
var þá búinn að vinna hjá Kanadastjórn og hafði eignast peninga og hann kaupir prentverk og stofnar Heimskringlu. Hann stofnar Heimskringlu og er fyrsti eigandi og ritstjóri hennar. Og þar heldur hann áfram þessum boðskap sínum. Og þá koma nú aðrir menn og stofna Lögberg til höfuðs Heimskringlu og réðu Einar Hjörleifsson, seinna Kvaran. Aðrar pólitískar skoðanir, önnur sín? Já. Þeir voru svona ekki sammála í landspólitíkinni þarna í Kanada. Þeir voru ekki alveg sammála í trúmálum, þeir var nú sko lykilatriði. Frímann var miklu umburðarlindari og leyf mér að segja víðsýnni. En ekki aþeisti þó? Nei, sko, svo var náttúrulega þetta að hann vildi koma sínum málum á framfæri og á sinn hátt. Þetta er gert eins og hann lagði til. En þeir vildu frekar að þetta er gert eins og þeir vildu. Eða minnst kosti að þeir fengju þá heiðurinn af því. Og þetta fór í mjög illt. Já. Þarna kemur auðvitað í ljós svo líka þverbrestir sem voru í þessari persónu. Frímanni, Andersson eins og hann kallaði sig. Já. Hann er einhverstaðar ekki á miðju rófinu eins og við þykjumst nú vera svona nokkurn veginn. Já. Hann er einhverstaðar eitthvað alltaf til hlíðar. Hann er lengra genginn. Og það birtist meðal annars í því að það er kannski tvennt sem að einkennir eða gefur vísbendingum að hann á mjög erfitt með að setja sig í annara spor og hann á mjög erfitt með að sko lesa salin og að skynja hvað menn eru að hugsa og hvernig ég að nálgast á. Annað hitt sem ég held að hafi háðunum líka að hann er gjörsamlega hirðulaus útlit sitt. Já. Og það er á orði víðar sko að hann hafi verið eins og umrenningur til fara. Já. Engin honum til bjargar, engin Nei, ættingjar, hann er einstæðingur eiginkona allt sitt líf. Já. Hann á enga fjölskyldu eða konu sem að sér útlitseftirlitið en nú stundum mjög heppilegt. Já, það hefur verið það, dagana rás. Og þetta endar með því að hann er í raun og honum er bólað burtu þarna. Já. Hann selur Heimskringlu og fer til Bandaríkjanna. Og þar þýðir hann Eiríksögu rauða og fyrir einhvern servítring og eitthvað fleira. Kennir. Sæmileg þýðing? Ég hef ekki skoðað hana. Nei. Ég hef bara lesið þetta á íslensku. En svo fer hann að vinna hjá rafmagnsfyrirtækjum. Og þá er nú komin tengingir sem að flestir hafa sko því að hann er þekktur fyrir afskipti sinna raforkumálum, virkjunum og öðru þvílíku. Já. Og þarna, eins og ég segi, tekur hann rafmagnstrú. Rafmagnstrú? Já, og sko, maður þarf aðeins að sko ímynda sér hvernig þetta var þessar mundir þegar að þarna eru sko kallar eins og Edison, Nikola Tesla og fleiri. Þeir eru þarna á fullum snúningi. Já. Og hann kynnist þessum mönnum og... Persónulega? Já, hann á í bréfaskiptum við Tesla eitthvað síðar. Og það eru til vitnisburður það að hann hafi verið þarna og bara lofa góðu, efnilegur. Er hann fluggáfaður? Hann virðist hafa verið það, sko, en kannski dálítið sérhæft og þó. Hann er tungumálagaspur líka. Og það er í honum rómantískur þráður. Já, kannski var hann bara að mörguleiti fluggáfaður en það vantaði þennan þátt í hann, samskipta þáttinn að miklu leiti. Svo er hann nú nokkuð skjótráður stundum. Já. Og allt í einu fara hann þá flugu í höfuðið að sko rafmagn, þetta er það sem Ísland þarf. Og hann tekur bara hatt sinn og staf og rýkur til Íslands árið 1894. Já. Og fær reyndar kostnaðaráætlun hjá fyrirtækinu sem hann nam hjá, General Electric, allan búnað til að rafvæða 4.000 manna þorp.
Hann ætlar að rafa Ísland 1 og 3 bara. Já, sérstaklega var byrja á Reykjavík. Já, byrja á Reykjavík. Sem eru svona 4.000 manns. Já. Og hann veit Elliðarnar. Já. Þannig að hann drífur sig til Íslands. Já. Lendir nú reyndar í töfum á leiðinni því að hann var alveg skítblankur þegar hann kemur til Kaupmannahafnar. Já. Og Bogi Melsteð heldur hann sé með lausa skrúfu þessi maður. Það fylgir honum sögur af því að þegar hann var að tala, jafnvel í ræðustóli, þá hafa hann stundum talað sig svo heitan að hann komst ekki lengra. Hann fór á yfirsnúning, svona segja, þegar hann var að tala hugðarefni sín. En hann kemst til Íslands og fær litlar undirtektir, engar. Og vondar þess hennar voru. Og kallaður ýmsum, ljótum nöfnum, svona landhlaupar einhver og svo kemur frá Ameríku og menn voru náttúrulega ekki mjög hrifnir á Ameríku, ekki allir. Og honum hafnað. En mældu að vísu fyrir hann vatnið í Skorarheilsfossinum og hann reiknar út þessi alveg nóg fínt. Þetta kostar peninga og þarna vorum við líka að hugsa járnbraut og ýmislegt svona og hann sem sagt hunskast tilbaka. En ekki alla leið því að hann átti ekki fyrir farinu til Ameríku. Þannig að hann fer með einhverju gripaflutningarskipi sennilega til Edinborgar og þar, svo kemur Einar Ben þangað árið eftir og talar hann til og segir að nú sé allt annað líf í Reykjavík. Mér var einmitt hugsað til Einars Ben áðan þegar þú varst að fjalla þennan kafla. En hann hin hliðin. Hann kannski ekki alltaf með pottþétta útreikninga og henni fræðilegu hlið. En hann sölumaður dauðans. Alveg bara. Hann hafði það sem Frímann vantaði. Frímann fer aftur til Íslands og það sama sagan. Þannig að hann fer tilbaka og í London skeið en kann ekki við sig þar. Bretar eru vondir og leiðinlegir finnst honum og þar hefur Kjartan nú átt í útistöðum með Kanadastjórn. Hún hætti að styrkja landnema eins og hann vildi að þeir gerðu og Kanadastjórn var náttúrulega undir hinnum bresku yfirráðum og þannig að þetta var allt sama pakkið. Þá fær hann þessa snildar hugmynd að því honum finnst að fara til Frakklands. Það átti að vera heimsýning 1900 og svo náttúrulega eru frakkar vísindamenn og spekingar og allt það. Þannig að hann drífur sig þangað alveg fyrirhyggjulaust eins og þegar hann fór til Íslands. Og það bara skemmst frá því að segja að hann nær aldrei fótfestu í Frakklandi. En var hann þó ekki þar í heil 17 ára eða eitthvað? Jú, fast að því. Og hann segir sjálfur það hans orð að París sé nú ekki sá menntabær sem hann hefur búist við og hann hafi í því tilliti stokkið af steikarpönnunni á eldin. Skemmtileg lýsing. En hann náttúrulega ef maður sér fyrir sér þessa erkitýpu frakkans, elegant og allt það, þá hann nú dálítið eins og hundur úr annarri sókn. Hann hættur og spottaður. Já, og sjálfsagt, svo ber þarna fljótlega, hann náttúrulega, hann sveltur þarna stundum heilu hungri og það fer að bera á þessum veilum í honum, hann fær svona ofsóknaræði. Það séu allir á mótunum, lögreglan alltaf eitthvað að snuðra og hann að skipta sér af málum, hann skrifaði í blöð, hann var á móti til dæmis símanum, stóra norræna. Það mjög fyndið að vera boðberi rafmagnsins sem var á móti símanum. Já, hann vildi nefnilega Marconi, hann vildi loftskeytin. Það væri betra. Það væri betra. Já, líka vegna þess að hann taldi að þið mikla norræna ritsímafélag, hvað sem það hét nú, ég man það ekki á dönsku, þeir ætluðu bara að maka krókina á þessu og græða á Íslendingum. Og hann taldi nú að bakvið þetta stæðu auðjöfrar gyðingar og ýmsir aðrir
sem hann hafði ímugust á. Já. En svo hélt hann að þeir væru að ofsækja sig. Leit alltaf dálítið stórt á sig. Já. Ef hann skrifaði í Þjóðólf, þá hélt hann að þeir kiftust við og reyndu að senda einhverju útsendara til að klekkja á honum. Já, hann er sumpart veruleika fyrstur. Já, hann verður það. Já. Og það eru heimildir fyrir því og það var danska konsúlatið í París. Það leggst í miklar bréfaskriftir. Þá hafði nú faðir hans dáið heim á Íslandi og hann fékk að vita það og langar nú heim til Íslands. En náttúrulega ekki fyrir því. Þannig hann fer í danska konsúlatið og biður þá að hjálpa sér. Og það verður nú svona eitthvað lítið svör og hann verður óþolinmóður og telur að þeir vilja ekki gera neitt fyrir hann og þeir vilja þá bara senda hann heim og spurning hver borgar brúsan. Og það eru mikil bréfaskipti. Og þar kemur reyndar fram á einum stað sko að hann sé orðinn til vandræða því að hann komið þangað sinnsforvirrið, það er að segja bilaður á geðsmunum, vopnaður og ógnir starfsfólkinu. Þannig svo sem engar fleiri heimildir fyrir því en svo þegar loksins nú búið að útkljá þetta hver á að borga og hvernig á að koma heim, þá var hann hættur við. Þannig að hann verður bara áfram í París. Alveg fram að stríði. En hann á mjög bágt þessi ár þarna. Sveltur stundum held ég heilu og hálfu hungri og hrekst á milli staða. Engir vinir í allir þessari sögu? Það er nú kannski til sko. Þegar Frímann dó norður á Akureyri, þá fannst undir rúminu hans bunki af blöðum sem að reyndust vera minningar frá London og París. Og vinur hans sem hafði verið nemandi hans þar, ábyggilega ekki dansað eða drukkið eða reykt, hann tekur þetta og tókst að lesa þetta hér með allt og gaf út í bók sem heitir einmitt minningar frá London og París. Já. Þetta er náttúrulega einhliða frásögn Frímanns. Já. En þar kemur fram að hann veiktist á síðustu metrunum þannig og sennilega eitthvað í sambandi við blöðruhálskirtil eða þess áttar og það hann gekkst undir hroðalega aðgerð sem hann lýsir, bara staðdeyfður, ekki svefður og svo kom í ljós þegar hann liggur þarna á spítala að hann átti nú ýmsa vini og kunningja svona sem vorkennd honum og komu til hans og réttu ýmislegt gott að honum. Já. Og meiri sé að Daniel tók honum vel þegar hann kom í sendiráðið eftir að hafa losnað á spítalanum. Já. En annars virðist hann hafa sko, menn hafi þreist á honum. Já. Og já, það er ljóst af bréfum sem hann hefur skrifað að menn hef ekki fylgt honum alla leið. Nei. Eftir hann kemur svo heim alkominn og þú rifjar það upp hérna áðan hvað vakti fyrst áhugaðinn sem voru þessar auglýsingar. Já. Hvernig vegnaði hann? Hann fer sem sé til Akureyrar, nánast beinaleið og þá nú verið að áfara að virkja glerána og hann þannig að hefur nú strax skoðanir á því og leggur ýmislegt til. En eins og títt þá vildu menn nú heldur fá sérfræðinga sunnan eða frá Danmörku til að rekna þetta út. Það er byrjað snemma? Já, það er nú lengi loð við. Og kannski ekki litist hann mjög trúverðugur. Nei. En þannig að hann fær nú engan hljómgrunn þar. Nei. Og það er hins vegar til, sko, það er annað rit sem er helgað Frímanni, heitir Minningarbók, annar gamall nemandans, gaf út. Eðvarð Jónsson hét hann, þetta var svona fylgirit, mann ekki hvort það var tímarit Eðlisfræðingafélagsins eða eitthvað svoleiðis. Þar er safnað saman ýmsu og þar á meðal er greinargerð eftir Steingrim Jónsson sem var nú held ég raforkumálastjóri eða eitthvað þar bil.
þar sem hann fer yfir útreikninga Frímanns á hugsanlegri Elliðaárvirkjun, þannig frá 1894 og kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé allt saman bara pottþétt, fínt. Það var náttúrulega eftir að byggja öll mannvirki og með tilhengandi kostnaði en sem sagt Frímanns þátturinn hafi verið alveg stráheill sko, hann kunni alveg að reikna kallinn. Já, einmitt. En svo lendir hann upp á kant við menn fyrir norðan. Hans stóra áhugamál var að nota rafmagn til kyndingar. Því að honum hefur oft orðið kalt á barsárunum. Og þá fara menn að deilum hvað kostnað við að hita með olíu eða með kolum eða með rafmagni og bera alls ekki saman. Og einn flett upp þessari bók, hann upp í hinni og þetta. Þannig að hann lendir upp á kant við svona það sem að hann hefði þurft að koma sér vel við. Og þá fer hann að gera meira því að reyna að kenna eitthvað. Svo harkar hann út styrk frá hinu háa Alþingi þeirra framlýður. Lítinn styrk, 600-800 krónur kannski, til að leita að jarðefnum. Því að þá fer hann að einbeita sér að því að reyna að finna hráefni til að framleiða sement, steinlím eins og hann kallaði það. Og hann fer landið vítt og breitt og dröslar heim alls konar grjóti og sendir sumt þau til Reykjavíkur, sumt til útlanda til greiningar og finnur nú ýmislegt meðal annars Rauðasand. En þetta bara of snemma á ferðinni, sko. Þetta virkar ekki þá. Hann ofta undan samtímanum. Já, eiginlega alla tíð, sko. Alla tíð. Já, það má heita. Á sama tíma og hann eiginlega ófærum að miðla hugmyndunum vegna bresta í persónuleika gerð og framkomu. Hann sko bara eins og Davíð segir, sko, fáir njóta eldana sem fyrstir kveikja þá. Akkurat. En hugmyndir hans margar, sko, eru að mörgu leyti briljant og hafa orðið að veruleika löngu síðar. Já. Og hans náttúrulega getið mjög, eins og sagði einn við mig núna á dögunum, sko, hans alls það getið þegar talað þegar nútíminn kom til Íslands. Já. En það bara nafnið hans og svo ekki mikið meira. Ég skil. Er mikil og fjölþætt heimildavinna að baki hjá þér þegar þú setur saman þessa bók? Já, hún náttúrulega talsvert mikil, sko. En kosturinn sá að hann, eins og ég segi, hann skrifaði mikið í blöð og svo var náttúrulega skrifað hann. Það var ekki allt fallegt, en svo gjörðabækur bæjarstjórnar Reykjavíkur og Akureyrar, því að hann átti alls konar erindi við þessar ráðamenn. Og svo þessar minningar hans frá London og París. Hann gaf út tímarit á Akureyri, Fylkir hét það, og þar skrifar hann náttúrulega þessi hugðarefni sín. Og af og til þá skrifar hann svolítil brot úr ævisögu. Það sem hann rifjar upp svona einhverja ákveðna þætti. Þannig að það má nú sko reyta þetta saman. Já. Það hafa nokkri skrifað hann svona afmarkaða þætti. Jón Hjaltason til dæmis hefur nú skrifað hann náttúrulega í sögu Akureyrar svo lítið og svo skrifaði hann þátt hann í Þeir settu svip á öldina og Jón var svo greiðvikinn að hann lánaði mér það sem hann hafði tímt saman Frímann og það var ekki ómennskilegt. Nei. Þar á meðal þetta þessar hreppaflutningar sem stóðu til frá París og fleira. Langt bréf sem hann skrifaði Kristjáni 9. Danakonungi landsins gagn á nauðsynjar og Þannig að í þessari bóku eru upplýsingar sem ekki hafa áður komið fram opinberlega? Já, ég býst við að megi segja það, en kannski fyrst og fremst að þessu safnað saman þarna. Einmitt. Og það það ég held að ég megi segja það að ég
sko hrapi ekki að ályktunum þó að ég sé nú stundum að velta fyrir mér, stoppa hann svona af og til og velti fyrir mér en þarna til dæmis líka fyrir tilviljun sko að Hjalti Pálsson, sakfræðingur þeirra Skagfirðinga, hann nefndi við mig, hann kannast eitthvað við þetta nafn úr einhverjum gömlum skjölum sem hann jarðakaup. Og ég fór að grúska meiri í þessu og þá kemur í ljós að Frímann hefur keypt jörð í Fljótum 1917 eða 18. Það bakki sem að liggur að Fljótaánni og Skeiðsfossi og það tekið mjög skýrt fram að það fylgi réttur til vatnsins og vatnsaflsins í Skeiðsfossi. Og hann selur jörðina jafnharðan afturinn, tekur undan og landsbyldu þannig að sé hægt að grafa skurð og landsbyldu norðan við hólana svo að sé hægt að reisa stöðvarhús. Þannig verið að virka, á að fara að virka. Hann alla daga með hugan. En svo kemur í ljós nefnilega þeir sem standa bak við þetta því hann átti aldrei peninga til að gera svona. Það eru 2 bræður frá Laxamýri, Sigurjónssynir og 1 kaupmaður á Akureyri. Ekki bræður Jóhann? Bræður Jóhann Sigurjónsson, skálds, sem ætlaði sér að gera höfn við Höfðavatnið. Alveg rétt. Og þarna átti að fá rammagn fyrir síldarverksmiðju við það hvað það átti að vera. En það voru öfl í Höfðanum sem að vildu þetta ekki og þeir dóu 3 þarna, Jóhann Sigurjónsson fyrst, svo Jóhannes Þorsteinsson í Hamborg, kaupmaður, og svo Egill Sigurjónsson á Laxamýri. Þannig að það var ekkert að þessu. Og það ýmislegt svona sem að reytist upp sumt óvart. Leó heitinn Kristjánsson, jarðeðlisfræðingur, hann skrifaði svo lítið hann. Og hann hafði til dæmis reitt saman sko, upplýsingar þetta próf hans, háskólapróf, hvaða greinar hann hafði lært. Hann hafði líka gert tilraun til að finna í hvaða blöð hann hefði skrifað. Og það var mjög langur listi og ekki nærri því þurrausið. Þannig að, ég hef náttúrulega notið annarra manna sem hafa gert ýmislegt áður. Ég heyri það nú alveg á því hvernig þú talar hann að þér finnst hann stórmerkur og þú hefur bundist honum böndum í þessari vinnu. Já, ég held að því verði ekkert netta sko, en upphæðlega þetta nú bara svona, ég var að skoða hennar skrýtna kall. En það var svolítið ítt á mig með það að gera úr þessu bók. Næsta herbergi var kona sem var að skrifa bækur og hún vildi að ég gerði það líka. Og það Tindur sem gefur út? Já, Tindur gefur þetta út. Já, sko, nafnið á bókinni, Utanveltu maður, sækiru þér það í skáldskap? Vísu? Já, vísu. Það vísa eftir Stengrim í Nesi. Gaman vísa sem hann yrkir þegar hann kom í ófeigsstaði og fekk ekki, hún var ekki synd eins og hann taldi. Og í keltu oddvitans utanveltu maður endar hann vísuna. Baldur og Ófustöðum var oddviti og var að sinna einhverjum embættisstörfum í staðinn fyrir að tala við Stengrim. Já, ég hugsaði sko þegar ég sá titilinn á bókinni, ég hefði sennilega ekki, ég man ekki eftir að hafa séð þessa samsetningu. Þetta nú til samt kemur nú víðar fyrir held ég. Sko að vera utanveltu þekki ég mjög vel. En að einhversi utanveltu maður, ég held ég sé að sjá það í þetta orð, þessa samsetningu í fyrst skipti. Sko, hinn kostunum var náttúrulega utan garðs. Já, það aftur á móti mjög þekkt, sko. Það svona, það svolítið merkt orð. Já. Ég vildi ekki nota það. Nei. En mér finnst hann hafa orðið sko utanveltu í raun og veru. Og hún leið þannig sjálfum, það ekki? Jú, það virðist vera. Hann sko, það náttúrulega þessi píslarvotts hugmynd og þessi ofsóknarkennd sem að þjáir hann löngum. En hann lítur mjög stórt á sig að mörguleiti þar að segja menntun sína. Og hann mjög sár þegar menn vefengja hana. Vefengja hana við rétt fyrir sér.
af því að hann er eins og fleiri sem kunna að reikna, hann veit að niðurstaðan er rétt og það þarf ekkert að orðlengja það frekar. Nei, en þessi ströngu skilir í sem að setja nemyndur sínum gekk samt vel fyrir hann að fá nemyndur og... Já, það nefnilega virðist vera að hann hafi, já, og þeir ber honum vel söguna. En þeir mjög fórkostuleg frásögn Eðvarðs Jónssonar að því þegar hann kemur til hans, hann lýsir því sko hvernig kallinn ítti svona einhverju drasli á borðinu og bara eitt borð og stóll og rúm í herberginu. Og svo settist Eðvarð við borðið og kallinn settist á rúmið og fer svo allt inn að segja honum frá sko aðferðum í stærðfræði þar sem að margföldunin er bara samlagning sem við tökum endurtekin og deiling er bara frádráttur. Og við þetta hafði hann einhverja franska kennslubók og Eðvarð segir að hann hafði ekkert átt að sjá því að hann skildi ekki bofs í fransku þannig að hann fór svona á flug. Já. En hann segir hann hafi kennt honum vel það sem hann kennt honum. Já. Og það eru þessi einkennilegu sko, þessi einkennilega samsetning. Hann orti dálítið kallinn. Já. Það var eina bókin sem að kom út á honum lifandi eftir hann. Það er rúmlega 30 blaðsíðna ljóðakver á ensku sem er gefið út á Akureyri 1915. Og svo birti hann svolítið í þessu tímariti sínu og það er á einum staði í Heimskringlu sko, er bréf frá honum sem að lýsir eiginlega, ég veit ekki hvað að kalla það er eins og hann hafi fengið vitrun. Hann stendur upp á Mont Royal og lítur yfir landið og ja, þetta er eiginlega engu líkt sko. Það er eins og hann sé í öðrum heimi eða einhverju leyti. En þó að skrifa landið og þjóðina og allt það. Þannig hann er mjög einkennilega samansettur. Já. Í París var hann mikið á söfnum af því að það var hlýren úti og þá er hann að grúska í tungumálum. Sanskrit og ýmsu þess áttar. Og skýra Eddu, það var nú söndal til langsótt af vísu. En þannig að það er allt mögulegt í honum. Hefur eitthvað velti fyrir þér hvaða heilkenni kunna hafa hjá hann? Asperger eða eitthvað svoleiðis? Það er eflaust eitthvað svoleiðis. En ég er nú engin sálfræðingur. Kona mín sem er nú sálfræðingur, hún sagði að það væri nú ekki vafa á því að hann er nú verið einhvers staðar þarna svona til hliðar á rófinu en fór nú ekkert nærmar í það. Nei. En þetta hljómar mjög spennandi og það verið gaman að sjá hvernig þessari bók vegnar. Fór hún ekki beint á einhvern metsölulista bara? Ég hef ekki séð það. Mér fannst ég sjá það hjá útgefandunum þínum að hún hefði nýlega útkomin sko. Náða detta þarna inn í eitthvað sæti. En menn ýmsir hafa gaman að þessu ábyggilega sko. Já. Þetta er eins og ég segi þessi þjóðar íþrótt okkar að segja sögur af skrýtnum köllum og kellingum. Þetta fellur alveg inn í það. En svo er þetta líka bara leksía í þessu að þegar að verða svona umskipti eins og verðan og þarna á þessum árum sko, nýjir tímar koma og auðvitað fara menn offar í sumir sko, þeir halda sér allt hægt að gera eins og núna með gervigreindina sko. og aðrir eru bara forstokkað í einhverjum gamlum tíma. Já. Og því fer sem fer. Og þegar að bætist svo við að menn eru ekki frambærilegir eins og hann var ekki. Sem er svolítið merkilegt af því að hann hefur lifað og hræst í Bandaríkjunum þar sem að sko menn settu upp sjó. Já. Það sem hann kemst næst er það að honum tekst í annarri hvori ferðinni til Reykjavíkur þá tekst honum að setja saman eitthvað svolítið batteri og kveikja á einni lítilli peru. Það er nú það sem hann hefur til að sannfæra menn ágætt þess að fara afljós. Já. Og það er einlega sko, já, þetta verður svona grátbroslegt að sjá þetta. Já.
Það verður spennandi að sjá hvort bókin verður víðlesin eða ekki, en mjög áhugavert að fá þig hér hingað í heimsókn. Valdimar, þú ert aftur á leiðinni norður, eða ekki bara eftir nokkra daga? Jú. Já. Ég var svona veltaði fyrir mér hvort ég ætti að spyrja þig í lokinum sem íslensku maður og íslensku kennari, hvernig líst á stöðu íslenskunar, heldur hún lifi alltaf tungan okkar? Já, ég býst nú svo sem við því. Já. Ég býst nú við því, en hún verður ábyggilega dálítið öðruvísi í laginu. Öðruvísi í laginu, já. Já, ég hugsa það nú, sko, en jú, ef menn sko meina í alvöru það sem þið segja núna það að styðja hana, þá hugsa ég að það geti nú alveg orðið að hún lifi, en hins vegar verður nú sennilega erfitt uppdráttar með skortið skeið. Ef við sjáum svolítið hvernig hefur farið sko fyrir til dæmis þessum keltnesku málum, þau lifa ennþá þrátt fyrir allt, þó að það sé ammarskar hópur sem notar þetta. En ég svo sem engin spámaður. En hún minnskosti, það lafir meðan ég lifi var haft eftir frakkakonungi. En við þurfum að sinna þessum málum betur. Já, það þarf náttúrulega að gera það svona svolítið markvisst, og kannski er þetta að fólk geti lesið og sjá ástæðu til að lesa og tala hana. Nú ég sé svo sem oft að menn eru farnir að hugsa á útlensku og þýða það svo, að sé að átala íslensku. Maður sér þetta stundum glitta í gegn og já. Það hafi ekki alltaf allir verið einhverjir snillingar í meðferð málsins. Nei. Og ég hef nú lesið tölvert mikið sko af gömlum textum, ég að grúska mikið í gömlum heimildum, til dæmis bara dómabókum og öðru þess áttar. Það nú ekki parfín íslenska sko sem þar brúkuð. Nei. Að menn á þeim tíma séu undir áhrifum af erlendri tungu. Já, og það var til þessi kanselístíl sem kallaður var og svona sem sko aflangar málsgreinar eða setningar og sumt af því mjög, sem myndu kalla óíslenskulegt. Já, einmitt. En þetta lagaðist aftur. Og ég held að það geti alveg farið svo. En meginatrið náttúrulega að börn og unglingar alist upp við íslensku. Já. Og ef þau ekki lesa mikið af bókum eins og við gerðum kannski á okkar tíð, þá þarf bara að tryggja að þau lesi eitthvað einhvers staðar annar staðar og þau lesi íslensku og noti hana. Ég það dagamunur á því hvort ég bjartsýnn eða svartsýnn, en ég á strák sem í Versló og hann segir að nú sé í tísku að tala góða íslensku og áhugi fyrir því að rækta tunguna hans meiri núna heldur en hafi verið nokkurt skeið. Þannig að það getur vel verið bara unga fólki sjálft taki völdin. Já, þeir verða náttúrulega að gera það sko, því að ég held að þó að við séum eitthvað að predika þá það ekkert víst að þau skilji sko. Ég á nefnilega að þau nefnir soninn, ég á dótturson sem var hér árið að byrja í nýjum skóla og móður hans var eitthvað að spyrja hverju var að kenna honum og meðal hans hver kennt honum íslensku því að hún hefði nú áhuga á því. Hann var nú ekki alveg, hann var bara síðan einu sinni aðeins og þetta einhvers, þetta svona kall, svona eins og afi. Skil annað hvert orð sem hann segir. Já. Það nú löngu verið þannig á mínu heimili að yngstu börnin þau ströggla aðeins með orðaforðan. En mér var pínlítið hvert við sko, ég sá fyrir mér samræður okkar langkvæði ganna, það sem að væri bara suð í öðru hverju. En við vonum það besta. Já, við skulum gera það. Kæra þakki fyrir komuna, Valdimar. Já, þakka þér fyrir að bjóða mér að koma. Mjög skemmtilegt að fá þig. Og ég þakka ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur, samfylgdina í kvöld.
út sem og ekki síst öðrum viðmælendum og tæknifólki. Ég vil minna ykkur á það að ef þið hafið velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðuna með mánaðarlegu framlegi en hafið ekki hrundið því í verk, þá ekki eftir neina bíða, bara fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar hnappur þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getum við bókað vísan stuðning þinn sem hefur allt að segja fyrir framgang þessarar stöðvar. Við erum algjörlega háð því að þið, 40.000 manns í viku eða svo sem njótið okkar efnis, að sem stærstur hluti ykkar greiðið áskriftagjald en við lokum ekki efninu, það frítt fyrir alla. En ef þið viljið framhald og ef þið viljið bæta dagskrá, endilega þið sem eruð aflögufær styrkið okkur. En þættinum lokið í kvöld, við verðum hér aftur í loftinu annað kvöld með fréttir í beinni klukkan 8 og síðan rauðaborðið í kjölfarið á því. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.